deila skjalinu. Ok, það vel ekki þá. Já. Þá settur 57. fundur íbúðarráðs Miðborgar og Hlíða. Það verið að leyfa fundamönnum inn í húsinu hérna. Jæja, við komum í loftið. Ok. Hann á allir gerir ráð fyrir. Við erum komin í loftið þannig að við bara hefum leika. Sem sagt, þetta er nú svona nokkuð þægilegur jólafundur hjá okkur. Ég held að það megi alveg á og til. Ekki þétt dagskrá í þetta skipti en við höfum þá mjög góðan tíma bara í fyrsta liðin. Kannski rétt áður við fyrir mér hann þá gleymdi ég kannski að nefna, ég man ekki hvort ég gerði það á síðasta fundi, sem að Kolbrún ekki lengur í íbúðarráðinu, glemdi ég nefna á síðasta fundi. Já, þetta er bara stór fréttir, því að fattaði allt í henni að það væri eins og hún hefði skrópað, sem er mjög ólíkt henni. En hún er sem sagt flutt úr hverfinu og allavega í Vesturbæinn og fann það hjá sjálfur sér að hún var ekki heima lengur í ráðunum. Það hefur ekki, hvorki núna niður síðast náðst í varamann hennar, en það er sem sagt flókið og ítarlegt ferli sem er farið í gang við að finna nýjan aðalmann. Það er bara sem sagt að Slendi velja, gefa þeirra mannsku færi á að samþykkja eða hafna tilnefningunni sem að viðkomandi hefur 2 vikur til og ef að það er ekki heppni skot í fyrstu tilraun þá þarf að fara annan hring þetta þangað til einhver tekur þetta guða verkefni að sig. En þess að Kolbrún er ekki að skrópa. Þetta var nú bara svona tilkynningin í upphafi, en við vindum okkur þá í fyrsta mál á dagskrá og eins og segir við höfum mjög rúman tími í þetta og ég held við getum alveg leyft okkur svona smá að fara aðeins víðar í völl heldur en við erum kannski vön. Þurfum ekki alveg að njörfa okkur niður við dagskrárliðin eins og hann skrifaður sem er málefni Klambratúns og aðgangur barna að útivistarsvæðum í borgarhlutanum. Og við erum komið með góðan gest á fundinn sem að er með tillöguna sem við vorum með fyrir 2 fundum eða hvenær er þetta dagsett? 19. september. Já, stendur hér. Einmitt, fyrir 3 mánuðum og við ætlum svona aðeins að fá bara smá kynningu á konseptinu Klambratún og getum síðan fara aðeins víðar í kannski græn svæði í okkar borgarhluta. Já. Þórólfur, ég kannski bara geðir aðeins orðið með kynningu. Já, komið sæl. Eins og ég skildi heim þá ætlum við að tala aðeins svona stefnumörkun fyrir Klambratún sem við gerðum fyrir, hún er sennilega skráð 2020 en það er svo miklu lengra aðdragandi. Ég ætla bara aðeins að rekja það á þess að vera að gera það í allt úr löngum máli, bara svona til þess að sýna að þetta er á sér lengri aðdraganda en í rauninni finnst okkur við verðum að hafa eitthvað svona stefnumörkun fyrir þessa stóru garða. Það er ekki til deiliskipulag, hefur ekki þótt ástæða til að gera það. Kannski er þetta búið að gera hverfiskipulag sem er ígildi deiliskipulag svo sem. En við vorum í rauninni sérstaklega þegar kom þetta verkefni betri hverfi með hvað hann hét og undan alls konar nöfnum að það var alltaf að koma náttúrulega því allir líta á Klambratún í hverfinu sem sitt einhvern veginn. Það var alltaf að koma alls konar fullt af hinum þessum hugmyndum. Það er svo erfitt að vera með svona garð og bara alltaf að koma bara allir fyrir sem hann kemur á þess að sé einhver rammi utan hennar. Við getum verið búin að fylla garðina á alls konar. Svo ég held að það sé ekki góð hugmynd. Það sé betra að vera með einhvern svona ramma eins og við vorum þá að reyna að gera og hugmyndir sem er þá koma það inn í þessum kosningum geti þá aðeins svona raðast inn í svona heildar. En ok. Afsakið ánægð.
Á ég bara. Já, ég ætla að byrja bara hérna staða Klambratúns sem sé þetta svo kallar borgargarður í aðskipulagi og borgargarður það er alveg hægt að miskilja þetta heiti að þetta sé þá garður svona úrbangarður svona en í rauninni í skilningi aðskipulags það verður það bara stóru garðarnir í stóru útvistasvæði þannig við sjáum það eins og til dæmis að Fossvogsdalur og Elliðaárdalur eru sagðir borgargarður. Klambartúnið er þá borgargarður og er kannski hjá þess vegna kannski með minni þannig séð í þessu samhengi en auðvitað Hljómskálagarður Tjörnin kannski enn minni og einhver svæði þarna er svo sem kannski álíka lítil. Þannig að og þetta er það sem stendur í aðalskipulagi, hann sé almenningsgarður talsvert nýttur til útivistar og afþreyingar aðalega yfir sumartímann sem á skrítið orðalag en stuðla megi stefna fyrir svæði, stuðla aukinni fjölbreytni á svæðinu og bæta aðstöðu sem er fyrir og leitast við að útfæra garðinn í samræmi við upprunnar tillögur. Þetta segir nú kannski ekkert margt en það er samt verið að vísa í að hann er hannaður þessi garður upphaflega og það er þá svona verið að vísa í að það sé svona haldið til haga að það veri ekki bara að gjörbreyta honum. Okay? Og svo erum við náttúrulega með hverfiskipulag, kannski komum að því betur aftur, en þetta er svona garðurinn, þetta í rauninni er þessi stefnumörkun svona í grunninn sem að ég ætla að renna yfir og þannig náttúrulega bara ég taka aftur hann í borgargarður og til útivistar og já, eitthvað svona almennt stendur þarna fleira og þetta er þá nýlega samþykkt þetta skipulag þetta hverfiskipulag sem er þá, eins og segi, ígildi deilskipulag sem það er ekkert óskaplega mikið kannski sem að takmarkar nema, jú, það er vísað í þessa stefnumörkun reyndar. Þannig að hún á að vera svona til grundvallar næsta ár. Og þá ætlum ég bara að hoppa lengst aftur. Það er rauninni til það er til eldri uppdráttur, það var haldin samkeppni Klambratún og Reynir þarna þessi Viljámsson sem hún undan dónum bara á árinu, háum aldri. Hann átti þriðju tillögu í þeirri samkeppni og þá var líka verið að byrja að spá í fljótlega þetta listasafn og það er Kjarvalsstaðir, nú sýndi ykkur svona frumdrög af einhverju slíku og þetta er frá 64 svona tillaga og næsta. Smá svo réttir. Já, þetta er gert eftir svona hugmyndir voru svolítið svona ríkjandi fyrir Garða á þessum tíma sko, og það sem hann lærði í Danmörku og en þetta er þá svona kannski nær því eins og þetta varð, hérna komið Kjarvalsstaðir og þessi frá 74 og það var nú svona hugmyndir þessi rými, hvað þetta var í þeim og sumt gekk ekkert eftir og sumt varð ekki, það verður ekki gerð bílastæði hér og hér átt að vera einhver, mann ekki þannig að það verður eitthvað, en svona stóru línurnar, þær eru eins og þetta er sko og þessi og svona, já, stóru línurnar næsta. Síðan einhver tíma á þessum árum þetta er nú skömmu fyrir hrun var sett á stað svona vinnuhópur sem var þá aðalega pólitíkusar en það var svona, eins og oft er einhverjir starfsmenn með og og síðan var Heyrðu, það verður að passa upp að fara rétt í linkar með fundabúðunum. Já, takk. Ok, já allavega það var þarna stór íbúafundur þarna 2009 og það sem var, ég ætla nú ekki að fara inn í þetta finna þetta svona eru bara kannski hugmyndir sem að passa rosa vel við garðinn og sem við höfum verið að vinna með. Bara alls konar svona útivistar hugmyndir. Kannski ekki alveg allt sem að passa en strax eftir þetta þá áttum við enga pening til þess að gera neitt af þessu fínu hugmyndum sem að þarna var rætt og en allavega og síðan hefur náttúrulega nafninu verið breytt líka. Miklatún var samið það yfir Klambratún. En þetta er allt saman bara, bara eins og við erum að segja, þetta er bara útivistarsvæði til afþreyingar, íþrótta, iðkunar
aðlaðandi dvalarsvæði fyrir íbúa, nærliggjandi hverra og allra borgarbúa. Því að þetta náttúrulega, þú veit þessi hverfisgarður fyrir alla sem búi í hlíðunum, þá þetta náttúrulega garður á því kaliberi að hann í rauninni að þjóna borgarbúum og jafnvel fleirum. Þannig að ok, næsta. Og þetta var það svona samantekt eftir þessa vinnu þarna með þessi íbúafundur sem var haldinn á Kjarvalsstöðum og var mjög vel sóttur. Og síðan þessi verkefnishópur sem vann svona einhverja samantekt og það var einu það sem var hérna á fyrri glærinu svona með alls konar gulum póster eða áherslugulum. Og þetta var svona svona samantekt og það er náttúrulega það er ekki hægt að lesa kortið beint nema að hafa kannski textan með en þetta er náttúrulega í stórum dráttum bara eins og þetta er og var. En það er samt nokkra nýjar hugmyndir sem búið að taka aðeins lengra og síðan vorum við svona með þetta verkefni svona smá saman að vinna eftir þessu og við tókum þetta síðan saman sem er þá dagsett svona 20 held ég ef við setjum næstu glæru. Já, það sem eina sem borgin hafði efni að gera það var að setja þetta grænu bletti aðeins eftir það var samt þá hægt að gera fyrstu hugmyndina. Það var að tengja Kjarvalsstaði betur við garðina því að ég veit ekki hvort þið munið það en eins og þetta var að þá var svona limgerð bara á brúninni svona stallur og svo bara brekka og það var svona einhvern veginn eins og ég held að arkitekt hússins hann vildi svona, hann var að gera hús en var ekki einhvern veginn að gera hús í garði, þetta var hann bara að gera sitt hús og rammaði það bara inn en það náttúrulega blasti við að auðvitað átt að tengja þetta betur og við náttúrulega náðum að gera þetta síðan þetta glæsilega torg þarna og það var í rauninni þá þetta sem var talað þarna í þessari vinnu allir að tengja Kjarvalsstaði betur við garðinn og þetta torg kom og bara næsta og er þá, ég ætla að renna bara yfir þetta, já þetta er 20 en við vorum svona að vinna þetta svona á aðeins lengri tíma, þetta var kannski við vorum náttúrulega góðið með drögin að þessu þó að þetta sé dagsett hér 2020 þá er í rauninni þessi vinna svona, hún á sér alveg rætur aftur í þarna vinnuna frá þessum verkefnishópi þarna 2009 þó að þetta hafi tekið allir þessi ár svona einhvern veginn að taka þetta svona saman. Og ég ætla bara að renna yfir þessi rými þau eru þetta langt komin og sum eru einhvern veginn svona lengra í framtíðinni. Við erum náttúrulega búin að þessu og við erum svolítið byrjað á þessu og við höfum eitthvað verið að vinna hér en svona eitthvað fleira eins og þetta og þetta hér, það er svona kannski lengra fram en bara réttar að yfir þetta áfram. Já, þannig að þess að ég talaði þetta er svona þungamiðan í garðinum, þetta dvalarsvæði og torg og ég held að það sé bara ánægja með niðurstöðuna þessu og þau inn í Kjarvalsstöðum voru líka mjög ánægð með þessa tengingu við safnið. Næsta. Já, þetta er þá leiksvæðja parturinn og það er náttúrulega núverandi leiksvæði sem búið að vera, það var ekki hugmyndin að taka það en að bæta í rauninni við rýminu við hliðina, setja þar leiktæki líka og þetta erum við búin að gera svona að hluta því að vandinn er að þarna eru allar fermetrarnir margir, þannig að okkur gengur voðalega illa að komast áfram að því við þurfum aðeins meiri pening til þess að geta gert meira í einu. Næsta. Já, þetta er svona bara svona ímynd, útlitsmynd sem frá hönnuðunum. Næsta. Og þetta er þá þetta hreyfisvæði sem var svona malarvöllurinn og það er náttúrulega búið að gera þetta
og það komin hérna þessi klifursteinn, svo datt nú inn hérna tímabundi hérna hjólabraut sem að var að lausa. Hún náttúrulega bara til bráðabirgða en hún kannski nýtist þarna, hún samt svolítið svona einmanna finnst mér, en næsta. Já, þetta er bara svona sundurliðin á þessar hugmynd og við höfum ekki komist í að fara eitthvað lengra með þetta. Þetta er þá í rauninni svona fyrir hjólabretti, hjól og slíkt svona saman og hérna auk þess að sé hérna boltavöllurinn sem er kominn og hérna, já, þannig að við náttúrulega, það má ekki túlka þetta sem einhver hönnun beint, en þetta er samt svona, þetta er svona forhönnun kannski, eða svona, já, vel útlistu hugmynd en okkur er ekki tekist að fara neitt lengra með þetta, þannig að þetta situr bara svona, eins og þetta er teiknað hér sko. Og næsta. Síðan er þetta kannski þá eitthvað enn lengra að gera tjörn og það var alltaf í bara upphæðlegu skipulaginu, það var eitthvað vatn í garðinum og þetta er, ef maður kemur í svona garða erlendis, ég meina vatn er einhvern veginn svona á alltaf heima og hérna, en þetta er í rauninni höfum við ekkert getað unnið neitt frekar með, en Ég sé Sandra með spurningu. Já. Já, bara á eftir sko. Já, ok. Og hérna, hún er þá, tjörnin er sett þá svona í lágpunkt, þarna lágpunktin í garðinum, þannig að það er svona, kannski hvílir eðlilega í landinu allavega ef við gerum þetta og næsta. Og síðan þetta var nú tekið upp í hérna hverfisskipulaginu og mér finnst kannski, þú veist, þetta er svolítið kannski líka lengra fram því að þarna eru hús í fullri notkun og en auðvitað sér maður kannski að starfsemin sem er í húsinu, hún á ekkert tengt við garðinn, bara ekki neitt. Þetta er bara fasteignastjórar sem er að sinna viðhaldi á byggingum hjá hérna borginni. Það með svo hverfistöð þarna? Já, þetta er einu tvennt þarna sko. Það var þarna sko, garðyrkjan var þarna. Þeir voru með svona eina af stöðunum sínum, en hún var flutt í fiskislóð, garðyrkjan, en auðvitað er þarna eftir samt sko svona sumarskúr sko. Þannig að það er alltaf þarna fólk úr garðyrkjunni á sumrin. En garðyrkjan hefur ekkert aðsetur þarna að öðru leyti sko. Þannig að þarna eru bara, sem sé, þeir sem eru að sinna viðhaldi á byggingum borgarinnar. Og þetta tengist ekki garðurinn okkur skapaða hlut sko. Og hérna, ég veit að fólki í hverfinu, og það var alveg nefnt þarna 2009, það væri nú æðislegt að gera þarna einhvers konar hverfishús. Kannski þið myndu vera að funda þar sem. En allavega þá, eins og þetta er lagt upp þarna sko, þá er náttúrulega þarf að vera svæði fyrir viðhald garðsins og þannig að það er helmingurinn af reitnum er það. En síðan hinn væri þarna eins og það er nefnt þarna sem hugmynd, rósagarður. Og svo var það tekið svona skemmtilega að hérna því það vantaði að gera eitthvað með hundagerði og þá áttu allt í einu hundarnir að fara inn í þetta líka. Hundar og rósagarður held ég standi. Ég veit ekki alveg hvernig það á að virka saman en þetta stendur þarna svona í hverfisskipulaginu og hérna ég held að það sé bara, þú veist, allt í lagi að hafa sýnum að þetta eigi ekkert að vera svona til framtíðar, það sem ekki endilega að hafa en til þess að hérna gera þetta þá náttúrulega þarf að færa þessa starfsemi eitthvað annað, byggja undir á annað eða eitthvað, hvað veit ég sko. Þannig að hérna þetta er ekki alveg svona bara tekið upp á götunni sko. En hérna, já, svo er hérna bara fleira sem er í gangi, hérna þeir eiginlega plötuðu okkur svolítið inn, hérna frisbee fólkið og hérna við áttum okkur ekki á því sko hvað hérna þetta yrði vinsælt og hvaða áhrif þetta hefur á gróður því að fyrst þá náttúrulega kom þetta ekki í ljós en svo þetta var vinsælt og það voru fleiri að spila og þá sést alveg að þetta er mikil áníðsla á trjágróðri og það er slysahætta því að það er svaka kraftur í þessum diskum þegar það er allavega í löngubrautunum þannig að það hafa orðið að minnstakosti næstu því slys og eitthvað kannski sem við höfum ekki frétt af. Þannig að og garðyrkjan er náttúrulega lýst bara bölvanlega á þetta, vill bara fá því burtu, bara ekki setja strax. En svona
við höfum svona verið að reyna í samvinnu við frisbee fólkið að stytta brautirnar, taka burtu brautir sem að þvera gönguleiðir og já, það er svona, þannig við erum ekki komið þangað að þetta fari en allavega þá er alveg skýr ósk frá Garðyrkjunni að þetta eigi bara ekki við því að þeim líður bara illa að horfa upp á gróðurskemmdirnar. En næsta, svo er hundasamfélagið, hundavinafélagið á Klambratunni. KFK. Það var skammstöðun. Já, KFK, já, en og það var samþykkt svona sem tilraun, ég man ekki hvort það fór hjá ykkur líklegast, já. Allavega það fór í ráðið, einhvers og skipulagsráð að það væri tilraun að leyfa lausagöngu fyrir hátíð á laugardögum í 2 tíma eða eitthvað svoleiðis. Og það var í rauninni svona kannski hannað eftir því sem að fólk var mikið að gera, það voru að hittast mikið þarna í stóra skefinu, já. Og ég hef allavega ekki frétt annað heldur en að þetta sé bara allt í lagi, en tilraunin í sjálfu sér lokið, en það hefur ekkert verið... Nei, henni er ekki lokið, hún var framlengd. En hún var framlengd, ok, fínt. Ég hef ekki frétt af því, en allt í góður, en þetta er náttúrulega líka þá dýraþjónustan heldur utanum og fylgist þá með ef að koma kvartanir og það voru þarna sett upp tunna og skilti og eitthvað til þess að en þetta er svona kannski hugmyndum hvort þetta gangi að hafa lausa hunda á einhverjum ákveðnum tímum já og ég svo sem veit ekki hvort það hefur eitthvað komið upp. Síðan er þarna þessi ærslabelgur sem að datt líka inn úr betri hverju og þetta er svo sem aðeins í andstöðu það sem ég var að segja áðan að við ætlum að reyna að forðast að fá alls konar svona dót bara en þetta er náttúrulega mjög afturkræft og það var svona þungur áhugi við í Hlíðunum verðum nú að fá okkar ærslabelga og eins og var sagt út allt, þetta hafi verið 12 eða 15 ærslabelgir sem að komu í einu út alla borg og það var náttúrulega sama við verðum að fá okkar ærslabelg og við svo sem sáum ekki annað að það er ekkert að gerast beint á þessu stað sem hann fór þannig að ég held að þetta sé bara fínt og það kemur þá bara í ljós hvort hann verður þarna áfram eða verður færður einhvern tímann eða hvernig. Hann er allavega ekki fyrir neinum áformum rétt núna, hvort þið er. Fer hann bara í gang bara með vorinu eða? Þarna stendur það sé í framkvæmd, þannig ég gerir ráð fyrir að þeir setja hann ekki í gang fyrir með vorinu. Því að langt sér að dúkurinn kom og það, Það var eitthvað vesen á að setja henni í gang, þannig að það verður í voru. Já, ok, ég hef ekki alveg dítelin á þessu, en Það var eitthvað með rámanni eða hvernig það var eitthvað... Já, akkurat. Já, ok, heyrðu, svo bara ekki bara búið, eða? Nei, já, síðan er bara mynd af, þetta er bara myndin frá því sumar, bara til þess að, til umræður. Það var eitt af því það var þessi tillögu gönguleið, ég var að reyna að rýna hvort að maður sæi merki Óskarstíginn, hann sést ekki á myndum en það var talað að hann væri einhvern veginn svona eða svona en það er náttúrulega bara veit ekki alveg á hvaða stöð, er þetta drög eða hvernig á þetta að samþykkja tillöguna? Já, hún er ekki verið samþykkt, ákveðum að fá bara smá upplýsingar meðan á þessum fundi. Já, þannig en við myndum náttúrulega bara taka þetta til skoðunar, ég myndi, svona fyrirfram myndi ég ekki telja að við myndum setja svona alvöru stóran stíg í gegn svona, annan í krossi yfir, en hvort það væri hægt að því að við náttúrulega þetta eru rými sem við erum að nota til einhver hluta, þarna til dæmis grasflöt og að mjög kannski skrýta að fara að hólfa hann í sundur einhvern veginn í miðju með einhverju stíg sem myndi þá trufla einhverja viðberi sem væri en hvort það væri hægt að liðka eitthvað aðeins þessa leið á einhverju stað og beinin eitthvað þannig að við héldum þessum rýmum þarna eru plássverðir eins og bara þess stóra tónleika sem hafa verið haldnir og alls konar minni viðburði sem eru þarna á túninu, barnahátíð og alls konar viðburðir og það væri leiðilegt að skemma rýmin með því að setja einhvern stíg og þverra þau alveg í sundur. Þannig að
En það svona fyrirfram án þess að hugsa þetta mikið, þetta er bara fyrstu viðbrögð, sko. En við myndum náttúrulega hafa ræsa út ráðgjafan okkar sem hafa hannað allt þarna á túninu, sko, og svona skoða það, sko, ef það kemur svona til að frá okkur. Takk fyrir góða kynningu. Við kannski opnum fyrir umræður og spurningar. Sandra, þú mátt ríða vaðið. Já, takk fyrir þessa kynningu. Ég komst okkar bilaði linkur en ég komst ekki strax inn á fundinn og við fengum ekki þessa kynningu inn á Saltfiskinn áður en fundurinn hófst. En mig langar nú bara að spyrja sem hundaeigandi, sko, og svona í samtölum við hundaeiganda líka að það hefur verið framleitt þetta svæði þarna á Glambratúninu og mér er svolítið skrítið að sé ekki gert ráð fyrir hundum. Eins og staðan er núna í þessum með fyrirvari, ég náttúrulega sá ekki kynninguna frá upphafi en mér sýnist eftir létt Google að þetta sé sama kynning og var fyrir íbúðaráðinu 2020. Það hefur ekkert breyst þannig vantarlega mikið. Nei, það hefur ekkert breyst, það er alveg rétt. Já, mér finnst líka svolítið skrítið að vera að vinna með og bara leiðréttu mig, þú veist, á ekki fara í neina vinnu, þú veist, þetta er byggt á vinnu síðan 2009. Þú veist, nú hefur bara svolítið mikið breyst í þessu hverfi síðan þá. Þú veist, á að fara að notast við þegar að fara loksins stað einhverja framkvæmdir þetta gamla, vinnu og Já. Og svo kannski líka með bara væri gott að fá inn í þetta lýsingu. Þið er alltaf að tala um þetta, þú veist, en þetta svæði er mjög illa upplýst til dæmis eins og núna. Akkurat, já, þetta er sambandið, þetta, sko, ég held að garðar séu þess eðlis að maður er ekki að hlaupa til og breyta þeim bara alltaf hreint stöðugt, menn þeir þurfa samt að þróast með nýjum kröfum. Það datt engum í huga að teikna einhvern ærslabelg eða eitthvað þarna fyrir 2010 eða eitthvað. En þetta er samt þó að ég sé að segja að þessi vinna sko eigi grundvöll í 2009 þá hefur hún alveg þróast þennan tíma. Þannig að þetta er ekki sko eins og tillögurnar séu eins frá 2009-10 heldur var í rauninni tekin á þessu snúningur hérna á árunum fyrir 2020, þannig að það er nú ekki mjög langt síðan, sko. Og síðan var þetta líka, þetta hverfisskipulag sem að það í rauninni fór einhvern snúning líka, sko. Og auðvitað var tekið upp svona, þessi stefnumörkun svona nokkurn veginn, sko. En það er auðvitað alltaf ástæða til þess að endurskoða hluti, það er bara, þannig að þið getið, þá er ég að segja bara, pólitíkus að geta til dæmis ákveðið að vilja gera það. Og það var auðvitað frumkvæði í pólitíkinni að það var farið í þessa vinnu hérna 2007-2009 og það getur alveg verið ástæða til þess að setjast aftur yfir. Og að því við nefndir hunda, þá gerðum við eins og tillögu hundagerði á Klambartúni og það var kolfellt í þessu ráði hér. Það var bara, menn vildi bara ekki sjá það. Það mun koma önnur þannig til að núna í vetur. Já, ég segi þannig að við vorum virkilega að spá í að eitt af þessum rýmum gæti kannski verið hundagerði. En við náttúrulega vorum bara rekin heim með þá tillögu, man nú ekki hvað ár þetta var, en það er auðvitað einhver ár síðan, sko. En mér sýnist sko með þessa hunda, þetta er svona umræða þar sem að þeir sem eru hundeigendur þeir vilja náttúrulega fá fyrir hundana en svo eru aðrir sem eru jafn heitir á móti. Það er mjög erfitt fyrir allavega nokkuð starfsmenn að díla við það, sko, að það eru jafn margir sem eru bara mjög heitir og vilja bara ekki sjá þetta, sko. En mér finnst eitt innskot með það mér finnst svo frábært ég upplifi sem íbúi hérna að notkunin til dæmis á túninu hafi aukist eftir að það kom frisbeegolf og allt þetta. Ég skil þetta með sko gróðurinn en það þarf kannski aðeins að hafa í huga þú veist hvort á að vera undan gróðurinn eða mannfólki eða skilur til hvers erum við með þetta tún ef það er svo, þú veist, bara hafa í huga, þú veist ekki það ég hef alveg skilning á sem er gróðurinn en túnið er miklu meira notað eftir að frisbeegolfið byrjaði þarna.
Já, ég alveg sammálaður í því sko og þegar þeir byrjuðu að koma þá var örugglega ládeyða í notkun þarna á túninu og þessir frisbeespilarar þeir settu bara líf og þeir voru á öllum tímum sko, þeir voru líka þegar það var kannski rigning eða rok eða þú veist, voru ekki, sko flestir koma þegar það er sól og fínt sko, koma það í sólbað en þeir í frisbeinu þeir komu bara alltaf sko. En við kannski samt áttuðum okkur ekki á því og þeir vissu það svo sem ekki heldur að það væri slysahætta af þessu. Þetta svaka kraftur í þessum diskum sko, þannig að það er ekkert bara einhverjum sem kunna að henda sem þarna, það er alls konar. Oft sko segja þeir þarna í frisbeesambandinu að þetta séu þeir sem eru kannski að byrja og þeir sem eru svona kannski vinirnir úr vinnunni eða eitthvað, þú veist, það er ekki þeir sem eru sko færir, þeir eru ekkert endilega þarna, heldur svona miklu frekar alls konar svona afþreyingar, frisbee sem afþreying, sem þetta er náttúrulega bæði sko, þeir eru náttúrulega orðnir líka íþróttafélag sko, þannig að það eru komið bara meistarar í þessu sem eru að keppa í útlöndum og alls konar sko, þannig að En ég orðaði líka þannig að ég sagði ekki fyrir mér að þetta væri að fara, við varum að reyna að sjá hvert við kæmumst, en ég samt var að vera heiðarlegur við félagið minn í garðyrkjunni að segja frá því að þau eru bara, þau vilja þetta burtu sko. Það var eitthvað fleira sem ég misti, sem ég glemdi. Kærar þakkir fyrir svörin. Já, þetta er bara eins og, kannski nefnum frá 2009 þá var þetta hverfi, þetta gjörbreyst. Það var mikið þétting á íbúðabyggð og svona auðum svæðum, bara fyrir börn að leik, það hafa mjög snart fækkað. Miklu minna svigrúm til þess að gera hver krakka hverfinu núna heldur en kannski var. Og við ræddum daginn að búið að þrengja það mikið á hátíðaskóla, það er erfitt að byggja við leikvelli og svo framvegis. Og taka hann á assólinsneið á honum og byggðum hann svo þétt að jafnvel þeir sem eru fylgjandi þéttbyggingu þar sem ég held að flestir séu sko er svona næstíð þarna upplega sig inn í bara eitthvað svona algjöru virki. Þetta er svo háa byggingar, komið skuggi og sama tíma svona víka þetta svæði eða aðgengja opnu svæði. Þannig ég bara svona velta við mig sko með Klambratún og svona heildarsýn fyrir hverfið. Hvernig er svona hugsunum varðandi bara þannig að þetta sé svona fjölskylduvænt og vænt til útiveru þannig að eins og þessar hábyggingar sem eru að koma núna þarna við Laugaveginn og víðar þetta svona sé eitthvað harmóni í þessu þannig að þetta sé sko eftirsótt hverfi til að vera í en maður fá ekki á tilfinningu að þessi bara vera að sem ekki að flæma allir burtu sko alls ekki en svona næstu. Akkurat. Sko það var náttúrulega kannski helsta stefnumörkun sem er ný skeiði náttúrulega hverfiskipulag þar sem var náttúrulega tekið á alls konar hlutum sko og Klambratúnið verður náttúrulega ekki tekið, það er náttúrulega bara bæði borgargarðurinn en svæðin sem þú varst að vísa til þau voru kannski aldrei hugsuð sem grænsvæði þó þau hafi verið nýst sem slík sko eins og þarna við Vatnsálinn sko þar hefði sennilega ríkið geta verið búið að byggja stofnanir og fleira sko og kannski líka á kennaraháskóla eða það sem á kennaraskóla sko, við Háskólaskóla. Þannig að þetta voru auðvitað kannski ekki beint grænsvæði en auðvitað nýttust þetta krökkunum í hverfinu sko. Og meðan það er oft sko þessar ríkislóðir, þær eru oft sko byggjast seint sko. Við erum slatt af svoleiðis slóðum sem ekki hefur verið byggt á sko og þá náttúrulega finnst fólki þetta vera grænsvæði en eru kannski bara lóðir sem að bíða og síðan byggt á fyrir rest sko. En það er náttúrulega ég tek undir að þau svæði sem eiga að vera græn þurfa þá að nýtast sko. Og ég las nú þarna textna sem þú varst búinn að setja inn að þú varst að vísa til þarna eins og við Miðtún, Sóldún, reytinn þar sko. Að hann ég veit ekki hvort þú vilja ræða það núna eða ég er náttúrulega bara að svara almennt og ég er náttúrulega svo sem ekki kannski á
þó ég þekki skipulagsmál ágætlega, þá ég kannski ekki bestur til þess að svara fyrir það, sko, en hérna hvort það sé byggt hátt eða þétt eða eitthvað slíkt, sko. Ég svona horfi á það sem skilgreint sem græn svæði og þess vegna hef ég aldrei haft neitt með að gera þetta svæði hjá Vatnshólnum af því það var alltaf lóð, sko. Það kannski aðeins spyrja, sko, Miðtún, Sóltún nú svona faktist utan okkar hverfismarka en má alveg ræða á það, sko. Já, ok, það var í textanum sem að ég fékk, sko. Við aldrei sem að höfum bara fínan tíma til að ræða hlutina, þannig að það má alveg fara hann aðeins fyrir. Já, það utan við eitthvað skóp, já. En það bara fyrst að nefna þetta, sko, skilgreindu grænu svæðin, sko, í miðborg og Hlíðum væntanlega Hljómskálagarðurinn, Kambratún. Eru fleiri? Já, náttúrulega öll þessi litlu svæði, sko, leiksvæði sem eru milli, sko, það nokkur svæði sem eru alveg svona þokkalega leiksvæði, sko. En getur þú talið upp hvað það eru sem skilgreind græn svæði? Sko, allt sem leiksvæði, ég meina það þetta Hljómskálagarðurinn og Maragarðurinn sem nefnt og ég man nú ekki hvernig, sko það enda svolítið spúki að horfa á stundum eins og í Borgaröfsa, það getur sumt að þessum grænu svæðum verið kölluð lóð, sko, þó að við segjum að þetta sé garður, sko, en eins og Mæðragarðurinn, hann með lóðamörk, sko. Sum leiksvæðin eru líka með lóð. Já, það náttúrulega líka lóð sem Fríkirkjuvegur og svo við Freyjagötu leiksvæði og það náttúrulega Arnarhóll og svo Austurvöllur, nákvæmlega, ógleymdum Austurvöllur. Víkurkirkjugarður, það er kannski næstum því mest torg, sko. Ég veit ekki hvað maður kalla Ingólfstorg, það svona borgarrými. Og Víkurgarður það, og það heitir garður, þá hann svona, það dálítið af trjágróður í Víkurgarði, og það svo líka tré á Ingólfstorgi. Svo lítill garður við hliðina á Þjóðleikhúsinu. Og það Grettisgötu garður. Hafarstíg, lítið svona. Já, Bíkstöð lítið svæði. Já, Voðasætt. Já, Voðasætt lítið svæði. Og og síðan við, hvað Hjálmholt Það svona þríðingur. Já, svona þríðingur. Sem ekki verið áttuð ansi lengi. Nei, það getur verið, sko. Og virðist einhvern veginn vera svona utan skipulagsi þegar svo að vera næstuði óhreift nú í 20 ár. Já, ég held að sé nú ekki utan skipulagsi, það alveg klárlega leiksvæði, sko. Það ekki uppfært eða áttu eða eða en það var nú eitthvað að kjósa Matjurtagarða í þennan garð. Já. Í síðustu kosningunni. Þannig að maður veit ekki alveg hvort að það búið að setja það upp eða ekki, sko. En það auðvitað bara líka pólitík hvað sett mikill peningur, sko, nú til dæmis sýnist mér á næsta ári sé eiginlega bara ekkert að gerast í grænu svæðunum, bara, því miður. Og fjárfestingaráætlun, sko. En það auðvitað við höfum verið með stundum pening á Klambráttur. Náttúrulega síðasta stóra verkefni var torgið og við vorum að gera stórt verkefni í Hljómskálagarði. Viðburðaflöt og við héldum að við fengjum að halda áfram þar en það virðist ekki vera, sko. Og já, hvað Landakotstún og... Vesturbæinn. Já, þá komum við, hvað Liggjamarkið? Þau eru mjög hlykkjótt hérna en Suðurgata síðan. Suðurgata, já. Já, en þegar maður að ganga sko, þá er svona eins og þegar maður að fara og allt í einu maður dottir niður í Kópavog, sko, en mann svo sem alveg sama, sko, það bara ekki gangum þessu. Þannig að það kannski líka þannig eins og fyrir, þegar maður allt í einu komin út úr miðborgar komin í á Landakotstún, sko. Man alla jafna saman, sko, þangað þegar maður allir fara álegt. Já, ég veit það, þið náttúrulega þurfum að passa ykkur að vera eina að marka hverfi sem þið eiga að fjalla sko. Já. En það við erum mörg að gleyma nokkur svona litlu svæði fyrir okkar, sko. Það kannski rétt hans fyrst, sko, blessaður Samúel, mér finnst Viðreisn vera tvímanna þennan fund, sko, Já, bara því meiri Viðreisn því betra þetta er sagt, sko. Bara Það er alveg að vera eins og uppreist. Samið, þú mátt alveg fylgjast með sko, en Geir með atkvæðisréttin og þetta allt, sko. Bara hvað það reynd. Þetta sé nú hreinu göð. Yes.
Ég nokkuð spurningar sem varstu Gjörn. Já, segðu þú Já, bara að því með Þórar veit svo margt að garðurinn sem á móti Rók, það grænt svæði, þetta er kárast í hverri staðan á honum. Það var ofta... Já, þú ert að menna þarna uppi á hornið. Já. Já, það svona lítið trjáreitur, sko. Ég held að það bara grænt, sko. Það stundum, það var nú einhvern tillaga í Betri hverfi að setja eitthvað. Já. Ég svo sem ekki hefði kláraði hvort að það gerðist, sko. Nei. Einhver pulsvagn eða eitthvað. Já, þú veist, hann ekki bara svona í kantinu, sko. Nei, hann miðjum garðinu, sko. Nú það? Já, þetta svolítið sætt svæði, já. Já. Við þurfum að berjast fyrir þessu. Já, mér finnst það skrítið að fara með hann inn í miðjan garð, hann getur verið í kantinu, sko. Það eru 2 vagnar. Já. Löffluvagnar fyrir ofan og síðan pulsuvagnin. Já, en það allavega grænt, sko. Já, flott. Já. Mátti aðeins klára bara því ég greip þarna að við erum kannski svolítið líka bara hugsa krakkana og við viljum náttúrulega ekki þau fara yfir Kópavog en og eins og þú varst að segja með hljómskálagarð, þú veist, einhver viðburðarflutur, þú veist, oft svo grænu svæðin, þú veist, sem eru svona miðsvæðis, það er ekki endilega verið að hugsa fólki sem býr í hverfinu eða krakkana í hverfinu. Nei. Ég vildi bara koma með svona. Já, sko við vorum að vona að við getum farið á stað og leiksvæði og það sem við gerum næst þarna, sko. Já. Af því að það þetta er svona garður, finnst mér á því kaliberi að við getum ekki verið með svona einhvern veginn bara ekki svona eitthvað eins og reyndar núna, sko, bara eitthvað lítið leiksvæði. Það væri eitthvað sem væri svolítið svona spes, sko. Þannig að það væri eitthvað svona sérstætt að koma í hljómskálagarðina því að leiktæki þar og við svo sem erum með þarna turninn. Já, turnin er mjög vel Hann var svo sem kannski hluta svoleiðis hugsun, sko. Við værum þetta sé eitt svoleiðis annar upp í Breiðholti sem er eins og þessi. Og en við vorum að byrja að tala það við ráðgjafa, sko, við myndum vilja gera svona svolítið góða hönnun á leiksvæði og svo getum við mögulegt gert það í áföngum kannski. En við sem fáum einhver peningi það núna í bili allavega, en það samt, sko, það var kosið í betri hverfi, setja upp leiktæki og ég held að það sé kannski hugmyndin að það komið þarna bara eitthvað leiktæki minnstakosti til þess að þetta allt saman komið að fótum fram það litla dót sem þarna núna, sko, sem á litla leiksvæðinu, sko. Þannig að þó að það væri kannski þá ekki til margra ára að við getum sett eitthvað betra tæki þarna. Ég veit að það í umræðu, sko, af því að það smá peningur í betri hverfi. Já, ég með svona nokkra punkta og eitthvað hann búið að tæpa á hérna. Ég sjálfur nágranni í garðarins, bý hérna í Norðurmýrinni, Guðrúnargötu og búinn að fara í gegnum með drengi sem núna tala svolítið sem ungi drengir og nýtti mig garðið mjög mikið og við hefum séð að leiksvæði hefur batnað til þess muna, til þess mikið, bara til þess betra. Og ég sé, eins og hann var að segja, að garðurinn fyrst og fremst, auðvitað þetta almenningsgarður en notagildi hans með fjölgun íbúa, þá þetta svo garðurinn svona okkar garður sem búum í nágrunninni og næsta nágrunnin við og eigum kannski að horfa hans til slíkan, en ekki einungis fyrir fólk sem að börn og unga aldri. Þetta líka kannski, og þá kemur að sína myndir af einhverju mögulegu hjólasvæði og sem svona eitthvað tímabundið. Ég held að þessi garður þurfa líka að þróast í þetta átt að þetta verður svona hluti af líka svona félagslegu, hann hafa þetta gildi af öll börn, alveg frá því að vera 2 ára, uppið að vera 16-18 ára, geti leikið sér þetta svona og vera þarna í staðans að fara eitthvað annað og vera það inn í hverfinu í staðans og hafa eitthvað við að vera. Og garðurinn kannski ekki þróast akkurat í þá átt, ég veit að síðasta sem við ræddum hvað heit? Blakvöldin. Hjólabretta og næstu sem þegar Margrét var formaður þá var einhvern spildi þarna eins og hlýna á fótboltavellinum. Og hann tala hjólabraut. Já, hjólabraut meðal annars, já. Og það inni það sem að hugmyndirnar sem ég var að sína, sko, sem að voru í þá átt. Eitthvað sem svona styrkir við félagslega stöðuna. Ég kemst svona tekið undir það svona Sandra segir með gróður og fólk, sko, en við til og með skerðum athugasemdir bara svona því við erum að tala Aslabelginn að það átt að taka þarna strandblaki í burtu og ég held að við nokkuð gett athugasemd að þess að þekkjum völlin og það var verið glatast þetta þar að því að þú varst með frísbygólfið og svo búið að færa hann. Það er að segja Aslabelginn, sko. Þannig að strandblaks verður hann betri þessum hann er betri núna heldur hann var, já, heldur hann var bara óþarf að taka
strandblaki úr því að það eftirspurn eftir því. En hitt annað að þetta og nú segi ég þetta bara sem nágrenni og geng kannski ekki eins mikið eins og ég gerði, en frisbeegolfarnir sem eru nú kannski ofta að drekka eitthvað sterkar en spuður, sko. Og þá verður kannski umgengnin kannski akkurat þannig. En vissulega bara fólk á öllum aldri og öllu getustegi, þannig að þessar skífur eru stundum út allt og kannski hægt að kalla það stundum hættulegar. Sko löngubrautina, sko. Já, akkurat. Ég ekki saman með Söndru að þarna að búa til eitthvað hundagerði, bara svona íbúa, því að mér finnst bara nóg svæði verið búið að ganga á það, eins og mér þykir hundar skemmtilegir. Skeifan fyrir mér bara svolítið heilög, af því að... Það styrkir bara það sem ég var að segja. Nei, við sjáum bara hvað gerist í dag, þá kom þetta hvíta og nú fara börnin að vilja leggja sig með foreldrum og ömmum og öfum í skeifinum. Skeifan svolítið það svæði til þess, sko, og það segja reynslu. Þannig að þetta bara viðkvæmt með hundana, en auðvitað fólk að nota sér garðinn með hunda þá bara jól, en ekki að sleppa þeim. En mér finnst bara nauðsynlegt þessi stefnumótin, hvað sem það endur á borðinu þér eða okkur, að þetta líka sem svona félagslegt úrræði fyrir að allir geti leikið sér allt frá því að vera 2 ára og allt upp í 20 ára, sko. Þetta svona þróist henni með þér eða þú geti nýtt þér hann. Náttúrulega með þetta korfuboltar og fótbolta og svo náttúrulega þessi leiktæki sem henta yngri og það þetta svona dót fyrir skokkara og leiktækin hafa batnað mikið, þannig að það má bara hrósa fyrir það, en ég held að það sé svolítið svona eitthvað lærdómur eða svona eitthvað sem við láta fylgja með að hann svona geti þjóna þeim líka sem eldri sem í búi þannig í hverfinu, því það ekkert mörg græn svæði eins og allir bendir á svæði, það verður ekkert stækkun í kringum svæði í Halldórsskóla fyrir það sem búa það, sko. Þannig að þetta það sem vildi koma fram. Takk. Það náttúrulega ný, ég held að sé kannski algengt með nýbúa, nýrri Íslendinga sem að koma úr öðrum menningarsvæðum, sko. Það að koma í svona garða og sita bara á teppi og vera bara með nestimessir og eitthvað. Ég held að við held ég höfum ekki kunnað það alveg á Íslandi, sko, en kannski smitast það inn, sko, en Atli og svo ég og svo Sandra og svo Hanna, það er allir ekki með, sko. Ég ætlaði bara að taka undir þetta af því að ég hef tekið eftir að grillin orðið meira notuð bæði á Klambratunni og Hljómskálagarði eftir að það oft fólk erlendum uppruna sem bara koma mikið saman og bara úti að elda og ég held við getum alveg lært af því, bara að læra að nota garðana. Það er bara mjög gott. Atli? Já, ég tek líka til flest það sem þú sagðir og líka reyndar það sem nefndir á það með þessa tillögu í gegnum Klambratunni að ykkur hugnast ekki að þvera svona garði. Það getur bara svona fyrstu viðbragð því að ég var bara að sjá þetta bara nýlega, sko. Mér minnir að það sé svona okkar umræði hér eða ekki. Jú. Okkur hugnast það heldur ekki að þegar maður svolítið að skera víðáttunum tvennt fyrir börnum og þóttuðum fyrir gegnum faratæki og bara aukarslis og eitthvað það. En ég er kannski bara með svona eftir þessu upptalning á svona grænu svæðum og mörg þeir eru kannski fyrir með smá og líka alltaf vera bara svona líðhelsulegum pælingum eins og Sigfús kemur inn á. Að vera með eitthvað uppbyggilegt fyrir krakkana við að vera að körbata, fótbolta, blar, allt þetta, sko. Og með kannski þessi svæði öll í huga, er staðan bara góð eða viðunandi hvað þetta varðar, útfara svona líðhelsu pælingu líka eða ekki, hvað þyrfti þá að gera og svona vera eins? Sko ég held að það sem ef við bara aðeins slökum allt í einu á og gerum ekki neitt, þá allt í einu eru bara hellingur á svæðum bara orðin léleg. Af því að það er náttúrulega þó að við setjum eitthvað tæki sem er fínt, þá bara endist það í ákveðin tíma og svo er það bara ónýtt, sko. Og ef við ætlum að bara halda að við séum bara búin að leysa málið og fyrir svo bara og gerum ekki neitt í einhver tíma, þá sækir bara í saman farið. Þannig að við höfum náð að vera svolítið á tónum með að veta svæði sem eru orðin komin að fótum fram eins og maður segir, sem þarf að komin í þennan status að tækin eru ónýtt og það eru aðrar þarfir og svona. Ég hef smá ágjörð að eins og stefnum til dæmis í á næsta ári við ætlum bara ekkert að gera, sko.
Það er þetta kannski, ég er nú kannski að ljúga aðeins að þessu gerum ekki neitt, það er svona viðhaldspenningur, það er náttúrulega, ef það er ónýtt tæki þá er kannski sett ónýtt róla og sett ný róla eða eitthvað svona, en sum svæði eru þannig að það dugar bara ekki að bara koma við skipta þetta þarf að ofta að gera eitthvað svolítið meira en það, sko, og við höfum oft geta gert það, sko, og við erum með svona forgangslista yfir alla borgina og við erum að reyna að gera einhver svæði á hverju ári og undirbúa svæði fyrir næsta ár. En mér sýnist að við séum að missa aðeins taktinn í bíli, sko. Og þetta er ekki ólengi. Þannig að ekki hvort það svaraði, en við þurfum að bara stöðugt að vera í rauninni að taka einhver svæði svo að þau séu ekki bara allt í henni komin í drast, sko. Við vorum svolítið þar eftir hrun, sko. Það voru bara nánast öll svæði út alla borg bara orðin mjög léleg, sko. Kannski meira svona, kannski að spyrja hvort að eins og bara ástandi með kannski bara fjölda og þetta viðhaldstæki ofta, en svona bara í samræmi við kannski stefnu borgarinnar sko íbúa væn hverfi. Erum við á þeim stað að fjöldin sem slíkur maður að gera á fyrir að viðhaldi sé bara eins og það er að vera. Eða þyrftum við einhvern veginn að bæta aðgengi barna í þessu hverfi af svona heilnæmri útiveru. Það svona bara áhyggjarnir margra foreldra þetta, inni vera barna á skjátíma allt þetta. Til þess að með forvarnir og leiðarljósi og bara almenna leik og svona fjölskylduvæn hverfi. Akkurat. Sko það náttúrulega stefna í aðalskipulagi að vera ákveðið langt í næstu svæði. Einhverja mínútur eða eitthvað sem mann hefur ekki alveg hvernig þetta sagt, sko. En þannig að það auðvitað þarf að gera í skipulagi. Þannig að við getum ekki búið til allt í einu eitthvað nýtt svæði sem að það er tekið á í landnotkunni í skipulagi. Þannig að þegar fyrst þarf að tryggja það að séu svæði og síðan næsta þau séu þá eftirsóknarverð og þau hafi einhvert innihald þannig að fólk vilji koma. Það er ekki nóg að gera bara eitthvað svæði og svo er það svo óspennandi að það er aldrei neitt maður þar, sko. Þannig að það er náttúrulega þetta tvennt að fara saman. Fyrst að það sé svæði með ákveðnum millibili svona og það er auðvitað sumstaðar er þetta kannski ekki nógu gott, sko, en ég held að svona víðaskvaðar þá sé þetta allt í lagi, sko, og sumstaðar bara fínt, sko. Og ég fikk fyrir örstugt annað núna eða eftir að þú nefndir að væri til að fara smá út fyrir og með þetta svæði milli miðtúns og sóltúns. Svona hvernig er staðan með það svæði til dæmis og fyrirætlanir? Sko það er grænt svæði og kallað almenningsgarður í aðalskipulagi. Nei, í deilskipulagi fyrir ekki. Þannig að það á ekkert að byggja á þetta svæði, sko, en það var svona smá skrítin þróun á þessu svæði. Það var alltaf verið að breyta þetta skipulaginu og náttúrulega Ármannsvöllurinn var auðvitað tekinn, sko, og síðan datt inn þessi skóli. Það var svona nýjasta sem gerðist fyrir utan einhverja breytingar inn á lóðunum sjálfum. Mér hefur ekki sýnst að til dæmis breytingar í Sóltún, það er bara breytingar á byggingamagni innan lóða. Það er ekkert verið að taka neitt meira svæði, sko. Það verður bara innan lóða. Breyta bara svona bygging eða hinsegin. Þannig að það er svona það sem að leiksvæði er núna hliðin á Valdorfsskólann. Þar er á þetta græna svæði að vera. Við gerðum þetta leiksvæði eftir eldra skipulagi, þannig að það lenti að hálfu inn á Valdorfsskólalóðinni. En þeir náttúrulega virðast ekki hafa fjármuni til þess að ganga frá lóðinni sinni neitt frekar, sko, heldur en þeir eru búin að gera. Þannig að leiksvæði er þá bara eiginlega svona hálfu inn á Valdorfsskólalóðinni og hálfu út af þessu græna svæði. En það væri náttúrulega ástæða til þess að klára skipulega eða altså hönnun á þessu svæði sem grænt svæði. En þessi leikkastali sem er þetta núna, hann er sjálfsagt farin að eldast, sko. En hann var svona tiltölulega metnaðarfullur þegar hann var settur, sko. Ég veit ekki hvernig staðan á honum en þetta er alltaf þannig að það er nú bara ekki búið að hanna þetta svæði miðað við þessi lóðamörk eins og við endurum, sko. Þannig að það er bara eitt af verkefnum á listanum, sko. Ég var næstur. Ég veist þetta ef maður nýtaði þetta, þetta svæði, sko,
nákvæmlega Borgartúninu og túninu fyrir ofan sko svona vera þess mjög mikið keim að vera einhver bútasaumsskipulag sko en ekki einhver heildstæð sýn sko. Já, þetta meina þarna við Sóltún og þar og... Já. En það er svona ekki það sem ég ætla að tala um, ég ætlaði semst að svona smá í takt við það sem Atli var að segja sko með einhvern veginn svona gæði leikvalla og þjónustu og svona. Það hefur svona heyrt af því þegar maður er ófáa vini sem hafa flutt eitthvað til Norðurlanda og annarkvæmt komið aftur eða það sem algengar ekki sko. Og svolítið sammerkt með þeim sko sem eiga ung börn og þau tala dálítið einhvern mun og gæðum leikvalla Danmörku og Svíþjóð sérstaklega versus síðan Ísland sko. Það sé einhvern veginn bara eins og sé annar gæðaflokkur þar og það var einn við mér sem reyndi að fluta heim sem að endaði við mig daginn sko hvort það væri ekki bara tilefni til að sko þegar að fara í einhverja leikvalla hönnun að tala bara við foreldra unga barna sem hafa búið á Norðurlöndum sko bara eða Berlín bara. Já, sko en ég hef heyrt þetta svona furðu oft allavega en það sem ég langaði að segja sko mér finnst Klambratúnið vera svona góður kandidat í að vera einhvern veginn smá svona staður sem maður getur vaxið úr grasi á sko eða þú veist einhvern veginn verið bara þarna fyrstu þú veist 25 árin á lífinu og liðið vel sko. Og þá þarf sko að hugsa sem slíkt koncept, þarf að vera með einhvern veginn þessi gæði í tækjum fyrir yngstu börnin. Svo þarf einmitt að vera eins og Sigfús nefndi eitthvað sem að heldur úlingum þú veist, í einhver svona heilbrigðri sko virkni þarna og síðan jafnvel þú veist mér mjög annt sko almenningsíþróttir sko, þú veist, eitthvað til að gera bara fyrir fólk sem vill bara fara þú veist, út og leika sig sko, gömul börn eins og mig sko, hugsaði bara mikið, ég var í Kína í sumar og þar fór maður út og fór bara í tennis, og tennisvöllur við hliðin á hótelun okkar sem var ekki tengdur hótelinu, þetta var bara borgin var að reka tennisvelli og svo voru klakvellir annars staðar í göngufæri og eitthvað svona og þarna var bara hellinga fólki að leika sér sko og bara fullorðnu fólki og mér finnst það mjög svona heilbrigt einhvern veginn og það er þarna ákveðinn aldur svona 14 til þú veist 18 ára kannski þar sem fólk er mjög mikið, eða úlingar eru mjög mikið að detta út úr skipulögðu íþróttastarfi og einhvern veginn vakna sér allt í einu 30 ára og er bara, ég er ekki búinn að hreyfa mig í 14 ár sko, og blása úr nös sko og fara þá í einhvern bumbubolta kannski einu sinni í viku og that's it sko en mér finnst að Klambratún verið alltaf gott svæði einhvern veginn til að taka á þessu sko. Þetta var svona þetta var ræða mín sem það spurningar sko, það er kannski í fyrsta lagi sko bara svona viðhaldskostnaður til að halda í við bara stöðunum svona í dag hafa verið áhvert að bara vita hver hann er svona cirka ef þú ert með það hausnum sko. Ég er ekki með það sko, en ég já. Og síðan hinn sem er kannski teorísk, hypothetísk spurning sko, ef þú væri bara með opinn tjekka og mætti gera hvað sem er við Klambratún, Ég myndi náttúrulega reyna að gera þetta sem við vorum að reyna að gera, ég myndi í hreyfisvæði til dæmis og klára leiksvæði. Skilta alltaf einu stóru hundagerði? Já, nei, ekki hundagerði, þetta fyrir þá skateboard og hjól og annars eins og Hann er eiginlega býtur sig 50 bortennisborð. Já, bortennisborð, það væri alveg hægt að hafa bortennisborð á mig kannski, svona útibortennisborð. Já, aðeins til. En ég get aðeins komið til á Norðurlöndum sko, því að það sem er sérstætt hjá okkur hérna í Reykjavík og kannski við bara hérna á Íslandi almennt að sveitafélagið er að reka þessi leiksvæði sko. Og við erum með alveg fáránlega mikið af leiksvæðum, við erum með milli 200 og 300 leiksvæði í borginni sko. En á Norðurlöndunum víða þá eru ágætt leiksvæði inn í kjörnunum þar sem það er kannski
byggð svona heil svæði með einhverjum leiksvæði. Ég var nefndi þannig í Gautaborg í fyrra svona vinum mínum sko. Já, og svo sveitafélagið með eitt gott svæði kannski í hverjum borgarhluta sko, svona cirka sko, og leggur þá mikið í það. Þannig að við sitjum uppi með öll leiksvæði, bara fyrir alla, og þannig að þetta er bara svona eins og við höfum ákveðið að hafa þetta sko, að sveitafélagið að reka öll leiksvæði, og svo það sem er inn á kannski flokkalóðum eða eitthvað, það bara eitthvað sem við myndum aldrei sko, það myndum ekki standast kröfur hjá okkur sko, það sem við erum að gera sko, því að það eru mjög stífa kröfur á hvernig þessi leiktæki þurfa að vera, svo þau standist öryggismál, og þetta þarf að taka út af vottuðum aðila, einhverja ára fresti, ég man ekki hversu ofta þarf að gera, en við höfum komist upp með að gera svolítið sjaldnar heldur en reglugerðin segir sko, og það stundum við sem er grátlegt að vera að eyða einhverjum tugum milljóna í úttekt og hafa þá kannski ekki ráð á að laga Falla úttektinni því að þetta ekki til að laga. Borga hennar þar að fyrir úttektinni. Akkurat, þannig að það er þetta með svæðin sko, og Norrlundin sko. Áhugavert. Sandra, þú ert næst, kom með hund til að leggja áherslu á málið þitt. Já. Vá, nú erum við að glemma hvað ég ætla að segja. Já, nei, það sem við líka, þú veist, ég er alveg sammála þessu með börnin, en við megum heldur ekki gleyma því að við erum með eldri borgara og eldri Reykvíkinga og þessi svæði er ekkert síður mikilvæg fyrir þau. Og nú erum við með sko Bólstaðarhlíðina sem er ekkert rosalega langt frá. Þannig að mér finnst alveg þurfa líka, þú veist, að leggja áherslu á að sé tryggðir, þú veist, bekkir og þetta sé unnið í samræmi við, þú veist, nú á Reykjavík að vera gönguvæn borg. Að þú veist, þetta þarf að vera aðgengilegt og aðlaðandi fyrir alla, þú veist, ungar sem aldna og menn og dýr, þú veist, þetta eru, þú veist, grænu svæðin eigum við að geta öll nýtt. Þannig að ég ætla að bóka við þennan lið og svo ætla ég líka að vera ógeðslega leiðileg og gera athugasemd við það það er bara einn fulltrúi frá Viðreisn sem hefur rétt til að tala eða greiða atkvæði á þessum fundi. Ekki rétt til að tala, svo? Jú, hann var gestur. Hann var gestur og svo þetta. Ég ætlaði einmitt að nefna það næst sko við Samúel, þú hefur faktisk ekki málfrelsi á fundinum. Við gerðum nú daginn þegar það var almennur borgari sem óskaði eftir að tjá sig, þá leyfðum við það sko. Já, hann mætti líka sal sko, við þurfum að geta jafnræðis ég er mjög annald með þetta. Annaðhvort leyfum við gestum þá að koma í gegnum fjarfund og taka til máls, ekki bara á Facebook eða á YouTube. Ef fólk mætir þá má að tala annars í mannesku, annars ekki. Það er bara saman verið að gilda fyrir alla. Ég held við höfum gert það þannig síðast að ég kalla eftir andmælum sem bárust ekki. Fyrst að berast núna andmæli Samúel, þá verð ég bara því miður að banna þér að tala. Jæja. Eru fleiri sem að vilja... Ég með eina spurningu. Já. En kannski aðeins, af því ég er búin að búa hana lengi, búin að nota garðinn, ég hef aldrei skilið þessi hólfuðu svæði þarna. Hver var tilgangur hjá Reyni? Það átti að vera mismunandi sko, bara afþreying og það átti að vera þarna einmann rétt á hvort það var ekki bara dagheimili inn þessum tíma sko. Þetta er þessi 3 svona kassar svona með... Já, það átti bara að vera mismunandi innihald sko, þannig að þú kemur inn í rými, það er eitthvað í gangi hérna, svo fyrir næsta rými, bara eins og herbergi í húsið sko. Þannig að þú ert á inni í svona einhverju afmarkuðu rými svona á gróðri og inn í þessu rými gerir eitthvað svona, svo fyrir næsta rými og gerir eitthvað annað. Þannig að þetta getur verið sko áhugavert að fara í gegnum svona garð og opnast bara alltaf nýtt rými og það er eitthvað annað þar og svo fyrir næsta rými og opnast. Það er svona svolítið hugmyndin sko. Já, en tréð náttúrulega er svo lág þannig að þú svona komið vekk fyrir að þú geti verið með eitthvað þannig eins og... Já, eða sko, þú ert að menna þarna löngu rýmin þarna sem að mjólka öll. Sko þar var sko... Ég held þú sem ekki tala saman. Nei, ekki sömu rýmin. Þú ert að tala um... Ertu með mynd, getur þú fengið kynninguna? Já. Já, bara loftmyndina kannski. Loftmyndina nú. Af Hobbitunni.
Ertu að meina þessi? Já, þessi hér, já. Já, sko, þetta voru svona bara, þú getur kannski verið hérna, eins og við gert hérna, svona borð og bekkir, það sé alveg að anda við hugmyndina, sko. Okay. Og það getur þá verið eitthvað mögulega í stærri rýmunum eitthvað. En hérna, þetta voru bara svona mismunandi dvalasvæði, þannig að þú getur þá verið kannski í þínum hópi í einhverju rýminu og svo einhvern tímann voru sko þessi limgerði endurgerð sko og eru þau ekki eitthvað svona eða? Jú. Þannig að hérna það er náttúrulega, ég er nú ekki alveg klaraði hvort að Reynir hugsaði sér að þau væru sko alveg hérna svona há en hérna yfir sjónhæð en þau voru svona komin upp undir það þegar voru endur nýður. En úr því með því að uppræðlega stíknum að breytt, var það út af? Hérna, sko, á myndinni sem að ég sýndi uppalega, þá var eitthvað hér. Já. Og það útskýrði þennan hlikk, sko. Já. En að því að það kom aldrei. Og hérna, það fylgdi líka einhvern svona bílastæði sem komi heldur ekki. Já. Og það var náttúrulega komið mjög sterkur óskastígur svona. Já. Þannig að það var þá kannski bara að viðurkenna það eða eitthvað að gera hérna sem að myndi útskýra þennan hlikk sko. Þannig að hérna, og það var þá niðurstaðan og þá skapaðist líka rými fyrir mögulega tjörn sko, sem er hérna í lágpunktunum hérna hér. Þannig að, já. Ég held sko, ef ég má aðeins bara bæta við að hérna, leyfi formanns, umræðan sem varum að þverjum og við varum ekki að þverja þennan kassað sem við eigum þá eina en eftir fyrir framann þessi 3 beð sem við talum að vera ekki að skjáskjóta þær í gegn stíg eins og var. Ég held að það myndi skemma rýmið eða myndi bara segja gera eitthvað svona bara. Já. En hérna kannski má liðka til, ég held að væri allt í lega svona að hugsa og það þarf ekki að vera 30 metra stígur, það kannski getur þetta bara að verið mjó stígur sem að svona hjálpar þessari leið en hérna, ég held því allt í lega bara að ef að þið viljið hérna, beina því til okkar að við bara skoðum það sko, hérna, bara með opnum huga sko, hvað væri hérna, hvað kemur til greina eða valkosti kannski eða eitthvað slíkt. Ger. Já, bara takk og ég ætla að svona nýta hérna ástæðan fyrir að klára þetta ástæðan fyrir að saman vera á þessu fundi þannig að hérna, við gerðum þessa tillögu saman hérna, það er að segja þessar hugmynd að hérna mögulegum nýjum stíg þarna á Klambratúni til að koma til móts við í rauninni íbúa sem eru að ganga hérna á í nýju breyttu umhverfi. En þá ætla ég svona kannski að frekar að fyrst hann er náttúrulega bara hér sem íbúi en ekki sem varamönd, þá ætla ég hann að hlusta og vildi einhvers vegar svona koma skilbúum á framfæri sem ég hérna kem þá bara á framfæri sjálfur með mínum málfrelsisrétti mitt sko. Það er sérst að, vildi bara bæta við það sem Sandra sagði sérst að ef að Reykjavík er alvara með að vera gönguvæn borg og þurfa að taka til þess að til jafns við aðra hagsmunum notenda á Klambratúni og að skipulag Klambratúns sé í rauninni algjörlega úrelt sem einhvers konar svona danskur herragarður eins og nefnir eins og Reynir Vilhjálms verðist það hugsað á sínum tíma að það er orðið mikilvæg samgöngumiðstöð og samkomustaður í dag en annars voru þau orðið ekki fleiri. Við erum að heimsækja danska herragarða ennþá sko sem voru fengur 1600 súrkam sko. Við myndum ekki vilja skemma það sko. Já, þetta kemur frá þér. Já, ok, ég ber ábyrgð á þessu. Ég axla ábyrgð á þessum orðum. Já. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nú bara var ágættur tími sem við erum búin að taka í þetta. Sko, ég ætla nú kannski að leggja til að við myndum viljum við sko afgreiða tillöguna núna, hún var nú ekki send út sem tillaga þannig að við kannski gerum það bara næst eða ekki. Bara getum þá aðeins mellt þetta og svona. Ég bara þakka á kærlega fyrir hérna góða kynningu og gott spjall. Þetta var held ég lengsta kynningaspjall sem við höfum fengið. Ég átti ekki vona að það var sagt að þeir eru bara stund innkoma. Það er heimir sko. Já, hann var að ljúga þeir því ég sagði að við myndum alveg mjólka þetta sko. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Já, þetta var gaman. Lokum á þessum lið og færum okkur í
lið númer 2, ég setti þetta nú bara á dagskrá, við ræddum nú síðast sko að við myndum taka þetta fyrir í janúar. Takk aðverðna saman. Sem sagt ég nefndum síðast að tímafresturinn til að gera athugasemd til 25. janúar og það var fyrirhugað að vera með einhvern kynningafund miðjan janúar. Þetta nú bara dagskrá ef ykkur skildi vilja leggja orði í belg sko, til að taka með okkur á koddann næsta mánuðinn. Nei, ég myndi segja, ég held við myndum fá einhvers konar kynningu á hún. Já, það fyrirhugað. Það var ekki komið dagsning á það held ég. Nei, þetta var hana í janúar. Já, miðjan janúar var að tala sko. En ég legg þá til að þessu verði frestað fram á næsta fund. Okay. Flott. Heyrðu, þá færum okkur í þriðja lið, aðkoma Reykjavíkurborgar að starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar. Sigfús, þú baðst að þetta yrði sett á dagskrá, þú kannski ég mælir fyrir þessu. Já, fyrir það sem ekki vita að þá starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar sem á umsjá og rekstur Ísavia renna út áramótin og þeir þótt bara gegnum það hefðbundaferli eins og önnur fyrirtæki sem þurfa starfsleyfi að fara gegnum slíkt og sem íbúi hef orðið var við og kannski flest okkar aukna umferð við flugvöllinn aðra en sem við kannski teljum nauðsynlega og eðlilega sem áætlunarflug og sjúkraflug, kennsluflug, snertilendingar, skemmtiflug, þyrlur og það hefur borið á íbúi fundist þetta mikið ónæði og þeir sem búa mögulega vestur í bæ, þeir sem búa Skerjafirði, jafnt sem þeir sem búa fyrir utan Reykjavík verða fyrir talsverð. Við fengum kynninguna hérna frá Hljóðmörk daginn, þeirra tilurð og mér fannst ég eðlilegt að við sem íbúar og ég ætla bara að dreifa tillögunni, það pínuð orðalag sem hún búin að senda hana á heimi. Já. Getur kannski sagt það við? Þú var semst þessum fyrirspurn, já. Fyrirspurn, já. Lagar orða? Þetta er það sem Heimir sendi. Já, ok, ég var búinn að senda hann tilbaka, það var svona orðalag sem þetta, já, hver er það aðkoma Reykjavíkurborgar úr það? Þetta er liðsetið bara. Ég held að lesa fyrir okkur. Ég get þess að þetta verið ykkur. Hérna, hver er aðkoma Reykjavíkurborgar útgáf starfsleyfis Reykjavíkurflugvallar? Verður hljóðmælt í nágrenni flugvallarins með tilliti til óþarfa hljóðmerkari aðdragandi endinga starfsleyfis. Mun óþörf umferð flugvöllinn verða könnuð, þar sem skemmtiflug, einkaflug, þar með talið snertilendingar, annað en á að vera aðeins sem og annað en kennsluflug, sjúkraflug og vantar áætlunarflug. Ástæða tekin til slíka flugumferð verði vísað frá flugvellinum. Munu íbúar hafa bein áhrif með umsögnum, kvörtunum vegna ónæðs af flugvellinu aðdragandi útgáfan í starfsleyfis. Hver eru skilyrði fyrir öðrum mengunarmælingum vegna endinga starfsleyfis, þá viðkemur leikskólum og öðrum leiksvæðum barna í nágrannum flugvelli. Greinargerðin bara örstutt, hann liggur fyrir núna eins og við að segja, rennur starfsleyfið út. Því með flugvellir umsjónar að hans á Ísafja leitað til nýju starfsleyfaþyrkjutum. Undirritum þykir því mikilvægt að þeim spurning verði vel sem fylgja hér mér verði svarað í aðdraganda endurnýjans slíks starfsleyfis. Ok, opnaður umræðu þetta, ég ætla að setja mig á dagskrá. Sko, í fyrsta lagi þá verður náttúrulega að jafna textan sko, þetta stingur mjög í augun að hafa þetta. Ég gerði það ekki. Já, það er að næsta sem ég ætla að segja. Bara orðalag samt þú sendir. Já, og síðan það sem segir og eða verður náttúrulega að vera sko þarna í greinargerðinni verður skástrygg sko. Það sem þarna í önnur línu í greinargerð er og eða. Svo ætla ég ekki, sko, er ekki tvö bil líka eftir spurningamarki nokkur sem manna. Allavega. Út í forminu? Nei, það er ekki nokkur. Já, nú ætla ég í efnið. Ég bara
ánægður með þetta sko, það sem ég kannski helst að melta fyrir mér efnislega hvort að þarna þurfi að tiltaka sko heilbrigðiseftirlitið, heilbrigðisnefnd eitthvað sérstaklega sko, því að það faktist ekki Reykjavíkurborg stjórnvaldið sko, en þú veist, borgin hefur samt aðkomu að því sko. Þannig að það mætti að segja hver aðkoma Reykjavíkurborgar og heilbrigðisnefndar eftirlits. Með stóra eða litla? Svo held ég og svo finnst mér það er ekki breytingar til að mér þætti alveg duga að segja sko verður sko hljóð og loftmengun mæld og sleppa þannig að síðustu sko 2 setningunum. Ég ætla að hugsa það smá. Sandra? Já, sko, bara við þurfum náttúrulega aðeins að átta okkur á því hver aðkom Reykjavíkurborgar að þessu. Það ekki mjög langt síðan, ég setti hann inn á þessa Facebook síðu hjá þessum hóp sem ég man ekki akkurat núna hvað heitir. Hljóðmörk. Hvað heitir hann? Hljóðmörk. Já. Það búið og það verið að gera hljóðmenningar og þær ekki yfir mörkum sko, en hvað óþarfa umferð? Þetta þarf að vera skýrar finnst mér, allavega ég ekki til að vera með þessu fyrirspurn. Mér finnst hún óskýr, of opin og þú veist, þetta líka bara sumt af þessu bara varðandi mengun, þetta eitthvað sem við eigum að geta kynnt okkur sjálf og fer alltaf í kynningu inn á bara Reykjavíkursíðunni og var bara síðast gert núna í febrúar held ég, var þetta flugvöllinn. Okay. Og svo bara annað fyrirspurnir, þú veist, ég veit ógeðslega leiðileg, en fyrirspurnir líka lúta ákveðnum reglum varðandi skýrleika og annað, þannig við erum bara að passa okkur að vera það líka af því það starfsfólk á launum sem þarf að vinna við að svara sem fyrirspurnum, þannig að þær verða að vera skýrar. Ok. Fleiri sem til þessi? Sko, byggt af þeim fróðleik sem ég náð mér í, Sandra, nú ég ekki löglegur eins og þú og þekkir ekki undirstofnunin Reykjavík eins og þú, þá skilst mér að það liggi svolítið huldu hvar liggi með hljóðmengun í kringum völlinn og þau gögn sé bara ekki til. Það getur verið að þú búir yfir þeim eða veitir hvað þau að finna. Ástæðan fyrir að ég að bera þessum fyrirspurnum upp og hefur hann nokkuð að opna, vissulega, að bæði þessar samtök hljóðmörk og ég sem íbúið, við fáum afskaplega litla aðstoð. Við höfum leitað mikið til heilbrigðiseftirlitsins með kvartanir af ónæði af flugvellinum sem felst í þessari aukinni umferð. Við vitum til þess að það keyrðar upp þotur við hlíðina á Arnarhlíð, eldsnemma að morgni að það láta ganga og svo hætt við flugtak og það búin að ganga með auka vara eða þriðja hreyfilinn til þess að halda allir gangandi í 2-3 klukkutíma og af þess að stafar hljóðmengun. Efnismengun veit ég ekki en hún örugglega til staðar. Mengun sem að ræða náttúrulega meðal annars blý sem finnst í eldsneyti loftfara og eru þá mikið að hanga hérna yfir, notum þá orðið við þyrlur sem að stífa svo ofta undir 500 fetin. Þannig að það eðlilegt að vera að leita allar leiða vegna þess að alveg sem að held í hvað við stöndum í pólitík þá umferð þessara Reykjavíkurflugvallar allt önnur en var fyrir 15-20 árum, allt önnur. Og nú þetta starfsleyfi að renna út og því held ég að eðlilegt að við leitum leiða til þess að fyrir þá sem hér kunna vera að hlýða og þeir sem vilja hafa einhver umkvartanir þetta hvernig þeir geta snúið sér.
Þannig að getum kannski aðra orðlega en ef þú vilt ekki vera með þín þá er það algjörlega þitt val en ég held að það sé nauðsynlegt að við sem íbúar að sinna þessum skyldum. Sigrún, og svo ég. Ég tek alveg undir með Sigfúsi og ég styð þessa tillögu og sem íbúi og að heyra íbúana hvert þetta sé og einn. Þannig ég tek undir með Sigfús. Það sem ég að horfa á, þú ert með þegar skemmtiflug og einkaflug. Ég myndi vilja bæta líka þyrlufluginu. Mér finnst það að vera... Skemmtiflug er kannski svona, við hugsaðum það. Já, ég bara að hafa þetta alveg kýrskýrt. Af því að mér þyrluflugi hafa aukist mjög mikið. Það var að koma frá. Okay, en ef þið teljið þetta sé nóg, þá er ég alveg sátt. Okay, ég var næstur. Ég er sko sammála Sigrúnu, ég var alveg til að taka þyrluflugið líka fram. Mér finnst þetta sko alveg skýrt sko fyrir utan kannski hver eru skilyrði fyrir öðrum mengunarmælingum. Ég veit ekki alveg hvað það er skýrt en mér finnst það skýrt hvað er meint með óþarfri flugumferð sko. Það er skemmtiflug og einkaflug, þar með tala snertilendingar sko. Þegar ég hef verið með bara í fyrra starfi alls konar umkvartanir vegna starfsleyfa og ætlaðra brota á þeim og endurnýjun starfsleyfa og það virkar, eða svona hefðbundið er þannig að það er eitthvað sem kvartar yfir því að starfsleyfisskilyrði sé ekki uppfyllt. Heilbrigðiseftirlit segir annarkvort já, það er rétt, þetta er ekki uppfyllt en þetta er ekki það mikið að við ætlum að gera eitthvað eða þau segja, þetta er rangt sko og þú verður bara að koma athugasemdir þegar starfsleyfið er endurskoðað. Þannig að ég held að sé bara af hinu góða að íbúar fái upplýsingar það hvernig þeir geta komið athugasemdum að við endurskoðun starfsleyfis. Þegar hvað starfsleyfi gefur lengi, 12 ára eða eitthvað slíkt. Ég þekki... Það stendur ekki í einhvers og þegar að starfsleyfið er komið sko, þá þarf það að vera mjög blatant í brotum gegn því til að sé eitthvað gert í því sko. Sem kemur alveg fyrir en já, það er sjaldgæft sko. Þannig að mér finnst það fínt, ég er alveg til að vera með á þessu kannski til að hafa þetta aðeins niðurnjörfara sko, held ég að væri gott að segja sko hvernig verður hljóð- og mengunarmælingum, loftmengunarmælingum hagað í nágrenni höfuðborgarsins í aðdraganda, og sleppa síðustu umsendingunum. Ég ætla svona að leggja það til. Já, skil það. Ætti það að bæta við og tryggt að séu í samræmi við lög og reglur eftir að það fylgir bara almennt sko eftirlits sko þessi lagaumhverfi í kringum þetta er alveg grautur sko. Almennt með starfsleyfi er það grautur og þegar það komið af sko flugvöllum líka þá var það ennþá meiri grautur. Ég held að það hefði enga þýðingu sko. Bara svona efnislega. Sigfús, ertu sáttur að breyta sko annarsetningunni í hvernig verður mælingum á hljóð- og loftmengun háttað í aðdraganda nýja starfsleyfis, eins og þarna. Svona og taka þá út sko þetta, já. Sko, ég veit ekki hvað það skiptir okkur máli, ég er ekki sérfræðingur, en mætti segja fyrirhugans. Endurnýjun. Já, það væri betra. Eða ekki? Jú. Fyrirhugans nýs starfsleyfis. Við kemum ekki að gefa okkur það? Nei, þetta er flott. Það væri nú breytt maður ef það væri bara nei. En hvað segir Sigfús með þyrluflugið, bara til að hafa það skýrt? Já, bara mjög skýrt og skemmtiflug, þyrluflug og einkaflug. Við skulum ekki að taka það bara út kennsluflugið líka hinum megin.
annað en áætlunarflug og sjúkraflug. Er það ekki hægt að segja bara svo sem, skemmtiflug, einhverflug og þyrlu? Jú. Það ekki talning endilega með að tekja hvað kemur á morgun? Nei. Það var hérna í stað fyrir... Já, svo sem, skemmtiflug, þyrluflug og einkaflug. Eru fleiri sem vilja taka til máls þetta? Nei, ég raunin bara í þessa útfærslu sko. Mér finnst þetta bara skýrt og gett sko. Ok, þá bara ef ekki fleiri athugasemdir þá gefur fólki færi á að skrifa sig á þessa bókun hjá Sigfúsi. Þeir sem vilja gera það Sandra búin að segja ekki að gera það ef hún hafi breytt skoðun eftir þessar frábæru breytingar. En aðrir bara gefa merki að þið vilja vera með á þessu. Nei, ég góð, takk samt. Hörður hérna ein spurning bara. Já. Þannig í síðustu... Þú mátt ekki gera með það. Nei, ég veit það. Ég bara spóið texta. Undirrituðum þykir mikilvægar af þeim spurningum. Ekki mikilvægt. Já, mikilvægt, jú. Takk fyrir. En þið þurfum ekkert að breyta, ég hef ekki aðkvæða sett. Við varum búin að gera það. Það var skýrt fram, þá var ég búin að senda, sko, þetta kemur frá heimi skrifa svona. Þess vegna hann ekki hér. Hann var búin að eitthvað það. Skammaðist þér svo mikið. Hann á öðrum fundi. Sandra, ég var síðan að átta mig á því að við glemdum að fá bókunina hjá þér áðan sem þú boðaðir undir lið 1. Já, hvert á ég að senda hana? Guðnýbára@reykjavík.is og ég vilt fyrst hana frá Lókundar eða... Já, stundum hvað Sandra reyna að safna liði. Já. Og fleiri á hana, sko. Við veitum svo smækt hvaðnum. En ok, erum við þá ekki sátt með þetta? Varstu komið með þetta? Þennan lið? Má ég sjá. Ég sendi þetta bara á Teams, Gunni. Já, takk fyrir. Takk hérlega. Má ég sjá. Meira Sigur. Sigur meira. Já, ef að endur opna þá lið 1, svona aðeins að... Já, svo. Fá það upp. Afsakaði Sandra, ég var bara svo æstur að einhvern veginn halda áfram með fundinn. Nei, ekkert mál. Ég bara skipta niður. Ég get alveg lesið bara gott er þess að metnaði framtíðarskipulag á Klambratúni. Mikilvægt er að uppfæra áætlanir í takt við breytingar sem hafa orðið á hverfinu á síðastliðnum árum, verið í samráði við íbúa og líta til þess markmiðs sem Reykjavíkurborg að vera gönguvæn borg. Mikilvægt er einnig að gera garðinn aðgengilegan aðlaðanda fyrir eldri Reykvíkinga og lýsingar sem sé góð til að tryggja öryggi borgarbúa. Horfar til þess að allir eiga að geta nýtt grænu svæðin í sínu hverfi, ungir sem aldnir, menn og dýr. Ég er þetta á móti þessu sko. Já. Fjölda dýr, já. Já, það spurning hvort að dýra hattarar. Ég elska dýr. Já, það skilur vera með. Ef rétt upp hönd þau sem vilja vera með á þessu. Já. Ok, þá bara íbúaráðið. Leggur fram þessa bókun. Einróma. Ég var svo fugl. Gera sérstætt skjaldbökur. En mér finnst samt í alvörinu áhugavert að ég, googlaði bara eitthvað framtíðarskipulag Klambratún. Þetta er orðrétt sama kynning og var hérna 2020. Þetta er búið að bæta við Þetta er basically nánast sömu glærur, sko. Eða mér finnst bara skrítið og hvað endurnýtt þessar glærur oft, sko. Já. Ok, erum við góð með þessa 3 fyrstu fundaliði? Já, ég er það. Þá færum við okkur í 4. lið sem er sem sagt aðkoma Reykjavíkur, hraðamælingar á Barónsstíg. Já. Þarna erum við komið með mælingar, bæði
hráugögnin og síðan einhverja samantækt. Sko, mér finnst þetta dálítið sjokkerandi tölur, sko. Og það nú samantæktinni talað um 85% mörkin, sko. En ef maður skoðar sko hráugögnin líka, þá þú veist, sko 15% mörkin meira segja sko 31 km hraði fyrir 2 og 29, þannig að það taka sko 15% af lægsta hraðanum sko til að vera komin í sko löglegt sirka. Má ég spyrja, getur við farið aðeins gegnum þessu gögn? Kann þú lesa úr þeim? Svona sirka? Já, getur við fengið þá bara... Það var fínt að það, það er gott að hlusta það líka. Já, hann myndi að spyrja Heimi hvort hann kynni að lesa úr þessu. Segja hann ekki hérna. Samantæktin líka... Já, hún er... Mér fannst samantæktin ekki að útskýra allir þessu gögn, sko. Þetta sem sagt, sko... Hvaða plássið vil ég sjá? Þetta fínt að byrja að sko þetta, já. Þá þetta í raun... Nú ég bara að fara í kennarinn að stella þetta, sko. Já. Fín til. Þetta sko... Það í raun þetta hérna sem að... ef það er smá niður... þá þú veist, skýringar, sko, hérna. Og þetta, þú veist, í raun lægsti hraði sem mældist, hæsti hraði sem mældist á, þú veist, þessum hérna, sko. Og þetta þá meðalhraðinn sem að segja samt frekar lítið, sko, því að þú veist, þarna verið að taka, sko, annars vegar tilvik, þú veist, það sem 80 km hraði og hins vegar 6 km hraði. Og þú veist, meðalhraði segir þá ekkert svakalega mikið, sko, miðað við í raun þennan, sko, fjölda. Þetta ekki fjöldi af ökutækja eða eitthvað? Hver Jú, það ekki, og þessu klukka þarna. Jú, það hlýtur eiginlega að vera, sko. Þannig að, þú veist, þú getur skipt þessu upp í, sko, bil. Sérst, VAF-15 þá í raun 15, sko, lægstu prósentin af hraða. Og þar erum við að sjá cirka löglegan hraða. Ef þú tekur bara 15 hægustu prósentin, sko. Svo þegar við komin upp í, þú veist, fyrstu 50%, þá erum við komin svona aðeins yfir, það maður sagði, og síðan, sko, þetta þá í raun 85%, þú veist, það sem sleppt þá í raun hröðustu 15%-unum, sko. Og hérna erum við síðan að skoða þá brota hlutfall, þú veist, þeir sem að gera hraðar heldur en löglegu hraði, sko. Og ef við förum síðan aðeins niður, þá erum við hérna að sjá... Nei, þetta er bara fjöldi, fyrir niður. Samt, sko, ég var aðeins að horfa á þetta línuröð. Já. Ég var að reyna að skilja hvað þýðir þessi línur. Ef við förum aðeins upp þá... Þetta þá, já, þetta er tíminn yfir dag, ég bara... Sko... Volume hlýtur bara að vera magn af bílum. Já, það fjöldi bíla? Það hlýtur eiginlega að vera... En þetta þá eins og þú veist það rýkur upp þetta bláa, þetta bara hraðinn, fjöldi þeir sem keyra mjög hratt yfir gatnamótin? Nei, ég skildi þannig að þetta sé bara fjöldi bíl. Já, en hvað þýðir blátt? Það í raun cross section, þú veist, þetta í raun áttirnar. Já, og þetta þá hérna gatnamót, cross section? Já, ég skildi þannig. En hvað eru mörg gatnamót á Bæjarnesstíg? Einhvers staðar líka hægt að sjá hvar verið að hraðamenn? Nei, ég sá þannig ekki, sko. En ætli þetta eigi þá við gatnamóti sem einu gatnamóti með ljósastýrð gatnamót? Ég hefði haldið þetta væri Austurskóla, þetta væri Egilsgata barnstígur. Ég hefði haldið þetta væri sko Egilsgata barnstígur, af því það eru svona gatnamót með ljósum. En svo talar upphækkanirnar. Þær eru allar fyrir nær Austurskóla. Þess vegna held ég það væri þar. En bara því nær frá Hringbraut og niður á sjó, sko. Ég nefnilega
sá ekki alveg hvað þetta var, en ef við förum aðeins niður, sko, þá hérna sjáum við í raun hraðan, sko, á x-ásnum og fjölda, þú veist, sem eru á hverjum hraða, sko. Þannig að við sjáum það eru, þó hámörkin hafa verið 80, þú veist, það eru mjög fáir þar, sko. Og samanskapið, þú veist, fleiri en 80 en það eru fáir í 10. Það eru, sko, þú veist, langt flestir á, sko, þú veist, það eru fleiri á 50 heldur en 30, sko. Já. En þetta veist, mér fannst alveg fínt að fá hérna minnisblaðið, sko, eða samantektina þetta. Já. Ég spurði, sko, Heimi nú í síma bara hvort að hann hefur örugglega séð fleiri svona hraðamælingar heldur en ég, hvort hann hefði einhverja tilfinningu, sko, fyrir því hvort þetta væri, þú veist, alvarlegt eða ekki, sko. Og þegar ég las þá, ég var bara, what, það eru, þú veist, allir að keyra of hratt bara, þú veist. En og hann bara, nei, þetta ekkert svakalega alvarlegt. Sem að mér finnst það að vera, sko, systematískt alvarlegt, ef þetta ekki alvarlegt, sko. Já, það eiginlega sama í samantektinni. Já. Mér fannst þau eitthvað svo chilluð með þetta í samantektinni. Þú veist, mér fannst líka bara að ekki taka mark á sem keyra of hratt, þú veist. En ég samt hef áhyggjur af þeim sem að fara á 80, þó þeir séu fáir. Já. En það er mikið brotavilja bara svona sleppið því að horfa á þessu 50% sem að keyra of hratt, eða svona rosalega hratt. En mér finnst við samt fyrir að taka, þú veist, það með. Já, sko, ég skil alveg aðferðafræðilegu pælingar þar á bakvið að þetta skekkir, sko, meðaltalið svo rosalega, sko. En vissulega gera, þú veist, þessir 10 sem keyra þarna á 6 km hraða líka, sko. Þannig að, þú veist. En svo fannst mér líka, sko, það mat skrifstofu Samvinnu borgarhönnunar að leggja frekar áherslu á að tryggja öryggi á gönguþjónunum, en samt segja ekkert hvað þau ætla að gera, hvenær, og svo bara alltaf þetta forgangsraða verkefni til fjármagni, það er svona eins og það ætla ekkert að gera, og líka með tilliti til þess hvar alvarlegustu vandamálin eru, og við fá alltaf þetta svar, og það er svo að segja alltaf verið að biðja eftir mjög alvarlegu slysi eða planaslysi til þess að fara og gera eitthvað. Og mér finnst það líka bara, þegar þetta gata sem skóli, grunnskóli við þessa götu, þetta lítið barn að labba þarna, þú veist, flest, sko. Þannig að eftir hvaða alvarlega atvik ertu að biðja, þú veist, til þess að geta gert eitthvað. Ég veit, sko, ég sagði við Heimi, sko, síðasta efnisgrein þarna, þú veist, þetta væri bara einhver copy-paste efnisgrein sem maður hefði séð áður, sko. Og þess vegna fór ég að spyrja, sko, þú veist, hvort að þetta væri ekki alvarlegt, sko, að þarna sé, sko, 75% sko að brjóta umferðarlög, sko. Þú veist, lögreglan gæti fjármagnað sig, sko, í 10 ár með að mæla þarna í viku, sko. Já, það líka, þú veist, hvað ætlar að gera, það líka tekið þannig til orða að það sé einbeittur brotavilji. Þú veist, þannig að já, ef þú veist að það einbeittur brotavilji þarna, hvað ætlar að gera til þess að reyna að koma í veg fyrir það? Þú veist, hefur lögreglan hraðamælt og sektað til dæmis. Gæti það komið í veg fyrir hennan brotavilja, eða töluverðan brotavilja? Það þarf töluverðan brotavilja til að keyra langt yfir hámarkshraða, bara já, en það er það sem það verið að gera. Mikinn metnað til svona 80 km/h, sko. Já. Mikinn metnað, sko. Ég tek undir með Hönnu, veist að eins og Sigfús segir líka að það einbeittur brotavilji og það fólk að keyra allt og hratt þarna, ok, þeir segja kannski ekki það margir, en ég er sammála eins og segja, of margir og það sem ég ætla næst að segja, það er Austurbergsskólarnir, það komur 100 barna leikskóla þarna. Hvað veitum hvað verður Vörðuskóla? Og svo ætlum við að segja næst. Gatan svo mjó þarna og þröng, ég veit ekki hvað oft ég hef séð strætisvagnan og bílana bakka því það náðu ekki beygjunni. Þannig að það bara spurning hvernig eitthvað hræðilegt gera svona. Ég segi fyrir mig sem íbúi, ég vil ekki taka þátt í því. Nei, og það annað sem að ég hef þú veist, mér finnst bara þurfa sérstaklega að taka fyrir. Strætó þegar hann tekur beinarna, hann fer alltaf á gangstéttina. Og hvenær sér hann ekki í 6 ára barn labba á gangstétt? Þú veist, þú ert ekki einu sinni öruggur á gangstéttinni. Og það sama á við með Egilsgötu.
þegar bílar mæta strætó, þeir fara alltaf upp gangstétt. Og það alltaf viðbragðið að fara frá, af því strætó, hann slær ekki af þegar hann mætir þér. Þannig að þú þarft alltaf að beygja frá og þarft að borga gangstétt. Hvenær barn að labba á þessari gangstétt? Gangstéttarnar eru ekki öruggar fyrir gangandi, á Egilsgötu Barnastiga. Lítil börn hafi geta fjarlægðarskyn og jafnvel fullorðnir og aldrei. Þetta gerist hratt og erlendis hefur keyrt svona upp á fólk á gangstétt. Ég man ekki eftir Íslandi en erlendis... Það var Skeiðarvogi og strætó. Ég alltaf því ég labba þarna, ég ofta að ýta krökkunum sko, ég dauðhrædd þetta. Þannig mér finnst þetta að vera gangandi slysagildra. Við erum með alla þessi starfsemi. Getum við bara verið smá hörð í að, þau eru svona samantæktir svolítið að segja, við erum bara til með þetta. Sem svolítið gali og svo mér finnst það líka smá byrjandi að skrifa enginn undir, hver þessi texti bara frá umhverfis- og skipulagsviði eins og leggur sig eða hver ber ábyrgð á vinnunni, Nei, ég veit. En það líka að fá þetta nákvæmlega hvað hotnið er. Ég get mig til að þetta sé Egilsgata Barnastigur að fá það alveg á hreint hvað það er vissulega nýtt. Ok, frábært. Sem að, ég veit ekki hvernig maður finnur nýtt. Hvað stóna hnýtt? Nei, sem sagt, það er bara, þetta eru 64,1374 skilurur hérna, norður og -22 skilurur hérna. Við förum heim og tjekkum á því. Það er auðvitað að finna hérna coordinates map eða eitthvað skilurur og setja inn sko til að finna nákvæmlega hver er mest sko. Því þetta eru, þú veist, 12 aukastafir eða eitthvað. En hvað eigum að gera með framhaldi? Eigum að bókum þetta samt? Já, ég byrja að skrifa. Já, ég stið það. Sko, það sem ég kom með að blað, ég var ekki með þetta fyrir fundin sko, en hérna, sem ég kom með að blað núna er íbúar á miðborgar Hlíðar lýsir yfir áhyggjum af háu brotahlutfalli við hraðamælingar á Barnastíg. Ráðleggur áherslu á að fara verði í umferðaröryggisbætandi aðgerðir í nágrenni við skóla því þið nefna að það væri gott að gera það. Svo bara spurning hvað viljum láta fylgja sko. Hvað tónum viljum setja? Já, sagðirðu hvað á að gera til þess að koma í veg fyrir þennan brotavilja? Bara stingu upp og hefur verið sagt að hraðamælt og sagt að getur lögregla að fara í þær aðgerðir? Já, við getum svo sem ekkert skipa lögreglu fyrir sko, en við getum alveg... Ekki bara hvernig borgin bregðast við? Ekki bara hvernig borgin bregðast við? Já, hvernig hefur bregðast við þessum töluverða brotavilja? Því ég nefna þessar þrjár, svona hraðahindranir, en svo komið fyrir neðan Eiríksgötuna, þar er engin hraðahindrun. Og það er akkurat gefið í, og það var gefið svo mikið í fyrra, að það var farið á handrið inn í Einarskarð, sem garðið þetta hjá Landspítalanum, og það fór bíll að hans var komin hálka, hann náði ekki að bremsa, og hann tók allt handriðið niður inn í garðið. Og það geta verið eitthvað að lappa þarna. Það meira fyrir neðan gamla blóðbungan, eða? Nei, nú er ég að tala bara á stíðin alveg leiðin niður á PSI. Bara við byggjum... Og það fram í Landspítalanum. Það er lítill garður, þetta er Einarskarðið og það er ennþá vantarhandrið búin að setja bráðabærahandrið því að það var allt tekið og það var jafn handrið og það var allt í klessu og bíllinn stoppaði inn í garðið og stoppaði hann frá einhverjum staur. En þarna er fólk að koma frá Landspítalastæðum og labba þetta í gegn. Hugsið ykkur, það er ekki eitthvað farið. Þarna er fólk að labba með börnin sína og hundana sína og svo framvegis. Já, þarna hef ég líka séð strætó, árekstur með strætó, þannig að strætó bara næri ekkert að stoppa sig. Ætlar þú að kasta upp bókunni, Pétur? Já, ég er bara að skrifa. Ég segi kannski að það er meira heldur en bara þetta fólk. Og það er líka varðandi ljósin á Eiríksgötu Barnastiga, af því að það kemur grænt ljós á gangandi, þannig að fólk treystir því oft, en svo kemur bara beygja, niður Eiríksgötuna á flegi ferð inn á Barnastiga. Og þarna hef ég oft verið bara í lífsættu og bæði mín sem hlaupa undan. Og þetta er göngudeild Landspítalans, fullt af fólki að hlaupa til, ég veit ekki hvað oft ég sé fólk hérna. Öllum aldrei. Fólk að fara upp deildina og dala á augun. Já. Gikta sjúklingarnir. Sko. Þetta er stór hættulegt. Ég ætla að lesa upp sko það sem ég kannski kom með á blað núna.
Íbúar á miðborgar og Hlíðar lýsir yfir áhyggjum af háu brotahlutfalli við hraðamælingar á banastíg. Mælst til þess að farið verði fram á við lögreglu að hann mæli hraða við götuna og beiti sektum þar sem hönnun götunar virðist ekki stuðla að löglegum hraða. Ráðið leggur áherslu á að farið verði í umferðaröryggisbætandi aðgerðir í nágrenni við skóla. En til að tryggja öryggi íbúa. Má leggja til, þú veist, af því að það sko, hefur oft virkað líka að vera með þessi skilti, þú veist, broskall, fílukall, þú veist. Já, líka bara, ég myndi að segja, þú veist, ég veit ekki hvað að spyrja eða stinga upp á hvað ætli að gera. Þú veist, hvaða aðgerðir ætli að fara í á þessum hraðahindrunum. Það er talað um, þú veist, leggja frekari áherslu á tryggja öryggi á gönguþurunum sem eru til frekar en að fjölga hraðahindrunum. Já, þú veist, hvað ætli að gera og hvað er hægt að gera og getur við stungið upp á okkur. Algjörlega, því þetta sem er nú þegar er ekki að virka. Það er eitt sem stuða með pínu í þessu svari frá Öskinu. Þegar kemur að umferðaröryggisbætandi aðgerðum bæði í nágrenni skólanstæð þá þarf að forgangsraða verkefnum eftir fjármagni. Mér finnst þetta skrítið, sko, ekki því ég er algjörlega hlynnt því að fara vel með peningana, en bara, já, heyrðu, ég vil ekki að fara í öryggisbætandi aðgerðir, Ég veit að við vorum að tala um þetta. Óþolandi. Já, ég var að senda á Guðni til að varpa upp og þið megi alveg koma með hugmyndir að breytingum og til dæmis bæta þessu inn með blikkskiltin og þetta allt, sko. Það væri líka að hægt að setja... Getur ekki fá það fyrir ráðið hvaða tillögur, hvað heitir þetta, skrifstofa samgönguborgarinnar hann leggir til, að því mér finnst þau pínu einhvern veginn svona að segja bara, þarf að gera eitthvað en við ætlum að gera neitt. Já, en líka, svona, það er engin tímar af mig eða neitt, þú veist, það bara, ég myndi einhvern veginn halda þetta bregðstu strax með þessa niðurstöðu. Og það hefði, þú veist, þetta var gert í október, okkur er ekki bara búið að því. Það kom í desember, til mest tíma. Ég ætla að deila bóknum leik. Ekki þegar við vissum þessa niðurstöðu. Já, þetta eru hverjarskapnum. Ég er búin að vera að sökka mér hérna aðeins í gögnum þetta, sko, en koma fram, hvað er nákvæmlega barastímum það mælt? Það kom fram hnýtt. Ef hann er að googla hnýtt. Það væri frábært. Hérna er tillaga að bókun, sko, mér finnst alveg gott að enda á að segja til dæmis, sko, ráðóskar eftir, sko, hvað maður segja, þú veist, kynningu á þeim úrbætum og aðgerðum sem á að ráðast í og tíma á það. Já, einmitt. Það er snitt. Það er gott, sko. Eftir kynningu. Já. Úr bótum. En það sögðu allir úr bætum. Skrifa bara nákvæmlega. Getum við lagt svona ráðlegur á, getum við sagt eitthvað eins og án tafar eða þú veist, til að leggja áherslu á að bregðast við strax. Farið verði í tafarlausar umferðaröryggisbætandi aðgerðir. Já, ennþá betra. Hvað er þessu? Það verður í og færa í fyrir fram. Ég hef ekki sett það, Ég er aldrei það. Eða ráðist verði í. Jú, þetta sést hérna. Ráðist verði, er það ekki? Og svo er hérna. Meira ráður. Hvað er bara? Það er ekki max. Já, það er alveg tvisvar ráðist samt. Ráðist í aðgerðum. Ok, farið verði í og ráðist. Já, farið verði í. Fyrst að segja ráðist í lokin. Við slumum að ráðast í aðgerðum. Er það ekki komið bara? Erum við sátt með þetta eða? Já. Ráðið óskar eftir að ráðast í. Við ráðum. En að segja nákvæmlega við skóla og leikskóla.
Það bara skóla nú? Ég tók skóla upp því að það kemur fram í sko svarinu. Já, leikskóli skóli. Já. Ég bara hugsaði að það bætast við 100 börn bara síðan í haust. Já. Skóli. En já. Veit ég hvort við erum að vera eitthvað, þú veist, aðeins dramatískari, þú veist, með að leggja áherslu þetta verða að gera strax sérstaklega þegar það, þú veist, yfir dimmasta tíman. Við segjum að tafarlausara umferðar öryggisbætandi aðgerðir sem ég veist tafarlaust dramatískt, sko. Já. Það er ekki svo lengi. Mér finnst það ekkert mjög dramatískt, sko, en... Ég lástendar en þú, Sandra. Já, svona farsendur, þú veist. Það ætti líka að vita að við erum að díla við borgarkerfi, svona þarf svolítið að vera, maður þarf að taka oft svolítið djúpt í árna svo að sé einhvern veginn hlustað, sko. Já. Viljið þið breyta ykkur? Ég ekki prófa þetta? Mér finnst líka, sko, mér finnst við einhvern veginn kynning og úrbótum aðgerðir sem maður ráðast í. Ég myndi, við erum að segja einhvern veginn hvenær, þú veist, bara til að halda ennþá meiri pressu. Á næsta fundi. Já, sem fyrst á nýja ári. Næsta sumar, sko. Sem fyrst á nýja ári? Já. Getur Heimir ekki fyllt í aftur svo bara? Ok, erum við sátt með þetta? Kannski sátt og getum orðið. Sko, við viljum ekki vera það dramatíska að við erum orðnir sko leikarar í grískum Nei, en þú veist, það þarf einhver mótvegi við þessu að þessu slaka þarna. Já, ég skil alveg hvað það er að segja, sko. Það þarf að vekja. Já, því íbúar eru ágenglir, sko. Já, ég minn líka, það eru 2 mánuðir síðan það lá fyrir, sko. Já, það er erfitt. En hvað, getur ekki víst áhyggjur yfir svarbréfum? Já, það liggur við. Svona aðeins að senda tilbaka og kannski þeim að vanda sér betur við afgreiðslu mála. Ég myndi gera ráð fyrir að vera nú alveg þannig komin á stað í einhver úrbætur á þessum 2 mánuðum, sko. Ekki, ég er náttúrulega mjög leiðileg í þessum hlutum, en Ég er alveg til að tala það, sko. Já, góða punktur sem allir segja, bara svo hvernig maður orðar það svona. Það er svona, það er svona tilfengið að það sé bara svona, það er svörum eins og bara Já, mér finnst líka smá óþægilegt að það er einhvern veginn, þú veist ekkert hver að svara þessu einhvern veginn. Þú veist að tala umhverfisskipulagssvið og svo kemur líka hérna eitthvað hönnun, það stóð eitthvað annað einhverstað. Skrifstofa samgangna á borgarhönnunar. Þú veist, er það... Það er undir samt öskinu, held ég alveg. Já, ég skrif, ok. Ég sko... Þannig að skrifstofan skrifaði þetta svar. Mér finnst alveg ég veit ekki hvort það hjálpar að vera að hnýta eitthvað í stílinn, sko, þó að þú veist, það skilur ég, en mér finnst þann stílinn, sko, á svarbréfinu, eða samantæktinni, vera smá, mér finnst það alltaf casual, skiljið, meðan við hvað mér finnst þetta alvarlegt, sko, En mér lýsir mig yfir áhyggjum, miklum áhyggjum. Þungum áhyggjum, dramatískari verði ég ekki. Eru við sátt með þetta? Ég er sátt. Já, ég segi frá þetta. Ok, allir sem vilja vera með á þessu? Já. Gott. Til gamast þá fann ég sitt hnit þarna, leita að þeim og þau vísa okkur á Guðrúnargötu. Þú verður að mæla heima að mér? Það er sérst verið að mæla fyrir utan hjá Sigfúsi, sko. Já, ok. Það var Sigfús sem var 80 þannig fyrir svo. Já, þetta er hérna á miðri Guðrúnargötu, sama hvað ég flett upp á hnitin vísa þangað, sko. En þú veist, þetta er Google Maps, kannski er það ekki alveg 100% nákvæm á hnitum, en þetta er, þú veist. Það er þetta leiðir fyrir gamla breiðinu. Hérna má ég varandi svari við fyrirspurninni sem er vantilega síðasti leiðurinn. Já, við ætlum að fara þangað núna. Er eitthvað fleira undir lið 4? Nei, ég var bara að spyrja, þú veist, mér finnst það skiptir mig máli hvaða cross-section þetta er sem ég verið að tala um.
Er þetta bara svör við því eða eigum við bara að spyrja skrifstofuna um það? Ég held að það sé bara símtal eða... Símtal, já, ok. Getur það ekki beðið heim að gera það frá okkur? Já, beðið heim það, já. Ok, Pétur, það ævintýraborg við Vörðuskóla. Sko, við hefum 4 mínútur eftir fundurum, ég held að þið sko 3 mínútur fundur, sko. Þú varst alltaf slagur, þetta svolítið breið bara. Það er bara að skrifast á lélega fundarstjórn. Ég sammála því, sko, ég var alltaf slagur, sko. En, við erum ekki brunnin inn á tíma, þannig að ég var þá tækifæri. Já, þetta er svo sem bara svar sem að, þetta er ekki bara eitthvað gammalt svar sem að búið að svara í rauninu. Jú, eitthvað sem vil tjá sig eitthvað þetta? Já, ég ætlaði bara að tjá mig hvað þetta ömurlegt svar. Sko, í fyrsta lagi er þetta mjög einföld spurning og aftur hún lögð fram í september. Og ef þú horfir á hver spurningin hversu lengi verður þetta? Þú veist, hún svarar því ekki. Þú veist, þetta er ekki svar. Bara já, við getum sagt okkur þetta verður þangað til að heitt kemur. En fyrirspurnin fól í sér, sko, verður þetta til 2020, já, hérna, er fyrirhugað að leikskóli á, takið til starfa árið 2027? Já. Því er ekkert svarað. Segir bara eitthvað, þú veist, lengi vona einum, þetta verður þangað til eitthvað annað kemur. Þetta er ekki svar. Ég er sammála, sko. Þetta svarar ekki spurningum. Nei, þannig að mér finnst að senda þetta aftur tilbaka, bara, þú veist. Svara spurningunni. Mér finnst það svara spurningunni. Nú, veistu hvort þetta verður 27 lengur með að svara? Nei, menna, sko, við segjum að samkvæmt þessari heimasíðu er fyrirhugað að leikskóli taki til starfa 2027. Fyrirspurnin lýtur að því hvort að þessi tímabundið fram að þeim tíma. Hún svaraði ekki. Segir hann sem tímabundið? Jú, tímabundið meðan hann á að byggja varanlegt leikskólahúsnæði. Já, þú veist alveg hérna hvernig þetta virkar, Pétur. Þú veist, er hann byrjað að byggja hann? Er þetta tíma? Er þetta 27? Já, allavega, mér finnst það lélt svar. Ég vildi bara... Ég myndi allavega að mæla með að það myndi kannski leggja fram aðra fyrirspurn þar sem spyrji út í byggingu leikskólans frekar út í ævintýraborgina. Er einhver sem vil... Mín ráðlegging. Gera eitthvað með þetta núna? Já, eða þú veist bara, aftur, mér finnst þetta bara lélegt svar. Plús það tók mjög marga mánuði að svara þessu. Þú veist, það hefði ekkert kostað hana mikið að segja bara, þú veist, hérna getur þú fylgst með framgangi, byggingarna, hvernig þetta gengur. Ég er ekki með svo svefn yfir þessu, en mér finnst þetta bara lélegt svar. En mér finnst líka eitt í þessu, á meðan verið að hanna og byggja. Það er löngu búið að hanna þetta. Og það er lengur búið að bjóða út, það er búið að vera út, þú veist, og við skiljum alls konar umsögnum og ályktunum þessa hönnun þegar hún var gerð. Það er mörg ár síðan. Erum ekki að svara almennt ævintýraborgir yfir höfuð. Það skal ég gripa henni. Já, við vorum bara að bóða út, það kom engin... Við vorum spyrjum þennan tiltekna leikskóla. Kom ekki tilbúið, þetta verður aldrei tilbúið 2027, sko. Held ég. Er þetta ekki leikskólinn sem var boðin út og enginn bauð í? Jú, Njálsgöturóló. Þannig hvað er hann að tala um þegar hún segir á meðan að vera að hanna og byggja? Sko, það er, eins og ég skilur það, þá er það almennt, skiljið. Að ævintýraborgir almennt eru meðan að segja að vera að hanna og byggja leikskóla og svo segir það til þess við fyrir það byggingu nýs leikskóla á Njálsgötu. En þetta er samt lélegt svar. Bara, hún veit alveg hvað er að spyrja. Þú veist, eitthvað svona almennt eru allar ævintýraborgir, þú veist, það er mér skýrt hvað er verið að spyrja um hana. Já. Og það er þá ekki bara næst að gera fyrirspurn stöðun á... Er byrjað að byggja leikskólan á Njálsgöturóló? Já, það er fyrir staðan á... Verkavöllum. Já, teljiði að... Búið voru að hanna leikskólan Njálsgöturóló, er byrjað að byggja hann og verður hann tilbúin 2007. Er það nú skýr spurning? Já, teljiði að þessi tímaáætlun mun standa, sko, það er... Já. Það er svona svo. Það er augljóst að vera að fara fram hjá því að svara spurningum. Já, mjög vel. Þetta leita. Ég er ekki sammála því, sko, en það má alveg koma fyrirspurn aðra
ef þið viljið, skilur, þá er það bara að gera það. Ok. Því þegar ég sá þetta ekki svo, býttu, hversu léleg var spurningin? Þannig að, ok, getum við gert það betur spurningu? Ef byrjað að byggja, verður það tilbúið 2027? Það verður samt að passa að ekki Og ég get svarað að það er búið að bjóða þetta út. Og það er búið að samþykkja út samning við einhverja, en það er bara mjög stutt síðan. Þannig að ég er ekki... Það var kannski tilbúið 2027, ok. Það er mjög ólíklegt. Það er mjög ólíklegt. Hvað segir, viljið koma aðra fyrirspurn eða ef við opnum heimasíðuna þá er hönnun og útboði lokið á áætlun 2027. Það hefur verið þannig í langan tíma. Ég heldur að sé eitthvað unnið með því að spyrja út í það. Er einhverju tapað með því að spyrja aftur? Nei, bara... Kostnaður? Nei, bara teljið þið að tímaáætlun 2027 standist? Er framgangur verkefnisins þannig að raunhæft sé að leikskólinn taki til starfa 2027? Og að þessast ævintýraborg á verðu skólalóð verði þá fjarlægður 2027? Já, vil ég senda mér þessu? Sandra, þú senda þetta. Það var náttúrulega sammála með að þetta var mjög gott svar, eða ekki? 100%. Það gefur þetta svar. Mjög. Deildarstjóri fagskrifstofu leikskólamála. Ég trúi ekki að séum vera fram með tíman þessu fundi, sko. Ég er brjálæður til sjálf mig, sko. Þú einhvern veginn vildir leyfa. Þú ætla að leyfa þér öllum að tala Klambratún, sko, og víðar, við fórum að leiðir í Kópavog. Fórum í Kópavog. Við hefðum verið, sko, innan tíma ef ég hefði byrja á mínum málum. Ef ég hefði stoppað þegar við fórum í Sóltúni, sko. Stoppað við Hverfismörk. Þetta kennir manni. Þetta var mjög fróðlegt. Þetta er bara, þú veist, já, maður getur látið þetta bara, já. Og þetta var líka fyrirspurn sem kom 20. september. Og það er 16. desember. Þetta týndist eitthvað hvort það er heimil í kvennatökunni, þannig að það sé líka, fylgir líka. Ertu búin að senda þetta, Sandra? Þú ert ekki með hátalarann á? Já, sorry, ég er að skrifa. Já. Og hvað það og að ævintýraborgir verði fjarlægð, Já, ekki. Fjarlægt 2027. Og er þetta ekki tímabundið húsnæði? Það á að vera það, jú. Eða heitir þetta, ævintýraborgir, er það allt eitthvað svona færanlegt? Hún talar tímabundnar byggingar. Ævintýraborgir eru hugsaðar sem tímabundnar byggingar. Byggingar fjarlægðar af skólalóð. Nei, hvar er? Vörðu skólalóð. Íbúar þakkar svarið en ítrekar spurningar sem snýr að tímamörkum. Það er hvort áætlanir standist að því leyti að raunhæft sé að skólinn taki til starfa árið 2027 og tímabundnar byggingar fjarlægðar af vörðu skólalóð. Flott. Ég er samt að Er ekki vissast til einhverjum skipulagsins? Var þetta ekki skóla og frístundasvið? Skóla og frístundasvið. Já, þeir byggja ekki leikskólann. Já. Það er góða punktur, ekki skemmt að fara byggar. Þannig að ég held að, þú veist, þið veit fá meir út úr þessu en þið senda þetta á það sem að sjáum að... Já, ég sendi þetta bara bæði.
Ég myndi byrja að senda þetta til, ég myndi mæla með því, já, að senda til umhverfis og skipulagssviðs. Snilt. Ok, þá prófum nýtt svið, gáum til að fá önnur svör. Betra svar. Betra svar. Meðalsvartími það samt 2 ár eða eitthvað. Og ég skal setja inn á Facebook síðan okkar ef ég finn þetta með útboðu. Þar náttúrulega... Já, aldrei. Ég er bara búin að vera svo lengi að ég er að pyrra eitthvað alltaf mörg ár. Þessi sviðsfulltrúar síðan að skoða upptökunar af þessum fundum. Enginn fatti hvert mörg ár. Þegar við erum að taka þetta fyrir og senda fyrirspurn, ætlum við skoða upptökunar af fundunum og bara hvað heyrir okkur fuss og sveigja og svo bara Gleymum náttúrulega alltaf við sem byrjum að til ykkur. Já, ég er ekkert öðruvísi upptökum og ekki. Ok, erum við sofnað þetta? Já, flott. Já, takk. Jú. Þakkarsvarið. Já, þetta er flott. Stiða. En þá þurfum við kannski að standa þakkarsvarið ef við erum að senda á svo annars við. Já, Ég þarf að fylgja með. Jú, Samskipti. samanber, fundargerð, lala, þetta mun. Já, það fylgja með. Já, það fylgja alltaf með. Já. Flott. Lokum þessu. Málum hverfisins, hver ætlar að rústa okkur núna? Já, mér langar svolítið að tala sundhöllina. En ég sé geima frá næsta hverju. Ok, takk. Takk. Er búið að loka? Við erum að þau streymi. Sigfús og... Nei, ég er góður málum hvernig. Ég ætla nú bara að hafa jákvæð. Mér finnst borgin svo falleg og ég var að skoða jólatréðin í garðhúsinu, gróðurhúsinu niður Lækjartorgi áðan. Virkilega fallið tré. Já. Ég get keypt með tré og labba með það heim. Heyrðu, hvar getur maður einhvers þar labba og keypt tré? Já, þannig í gróðurhúsinu niður á Lækjartorgi. Virkilega fallið tré frá skógræktinni, ég var að skoða það. Það er svolítið langt á. Ægilega almennilega starfsfólk. Ok. En ég ætla að vera jákvæð jákvæð. Hver er á það? Það minni ég á 8. vegi Reykjavíkurbæjar. Ég segi öllum íbúð. Við getum því miður ekki eina jákvæða fundum bókaða hér til málum hverfisins. Þannig að bóka þar. Heyrði, er eitthvað fleira sem einhver er að brenna inni með? Nei. Nei, þá slít ég fundi allt og seint. 18:38, ég hef aldrei verið svo seint held ég. Jú. Ég var svona vilt þess að klokka. Hvernig að bleika með henni slítunum en svo... Ég ætla bara að yfirgefa ykkur. Takk fyrir fundin og... Takk fyrir að deila með ykkur fundagerðinni. Já, Hérna... takk fyrir fundina og gleðileg jól.